excellent connection all around you. Já, ég held að bara. Já, kæri hlustandi, það er 5. lóta sem heilsar ykkur á fallegum mánudegi. Það er kunnugleg rödd í þetta skipti. Nýkomin úr þvingaðri sóttkví af hendi, Bigga Móðu. En Jón Kristoffer heilsar ykkur á fallegum degi. Tjóðlega gott að vera laus maður. Góð svona sjálfskynning. Já, það ekki? Jú. Þú veist bara, ég er svo ógeðslega fúll út í þig fyrir að skipa mér í þessa sóttkví. Það var nauðsynlegt. Nei, það var það ekki. En þetta var leiðilegt. Það var ekki erfitt að vera, þú veist, með flatlús og svo fá veggjarhús og... Já. Auk þessum að maður er lúser. Jó. En ég var bara heima og horfði á Footloose. Ok, kekja. Versti brandari kvöldsins líklega komin í hús. Já. Það er Ekki. Klára á. Að setja þetta með flatlús og horfa á Footloose. Ég var visslega ekki með flatlús. En ég fór í ferð suður í Þórsmörk og þar kom upp veggjalús og það er vist bara eitthvað svona veggjalúsa faraldur allt Suðurland. Já, þannig að ég keypti bara eitur og eitthvað og sniffaði það og sprautaði svo í einhvern poka og held ég á sloppið. Ok. Ef ekki, þá er ég fucked. Já, það var allir fótt og allir reykja gemma og þeir í stúdíónu hérna. Nei, það er nefnilega ekki þannig sem það virkar ekki. Þetta er padda sem að þú berð í rúmið þitt, hún fer á vegginn og býr þar, skilur. Býr svona undir rúminu og eitthvað. Og svo þegar þú ferð svona að sofa, þá læðist hún út svona í skjóli nætur. Sneaky. Já, sneaky, sko. Bítur þig, fyllir aðeins inn á blóði, fer svo svona að verpa eggjum í fötunum þínum og eitthvað. Svo og í rúminu þínu. Svo fer hún bara aftur. En þetta er ekki beint eitthvað svona sem að fer og verður eftir í dýnunni og... Þetta hlýtur nú að vera faraldur ef þetta hefur komist í rúmið þitt, allir dömundar sem koma og fara, allar að fara með þetta út allan. Já, hann breiðist það út. Og bara, þú veist. Flatlir svo líka. Já, flatlir svo líka. Við komum að bengum og ég bara, viltu ekki taka lúsina með þér? Nokkuð vegga þarna. Nei, en ég hef sloppið. Ég er hrikalega feginn. Og ég var ekkert í þessu danger zone. Þetta reistórskáli sem vorum í. Það voru einhverjar stelpur sem var bara bittar í klessu, sko. Ég var ekkert alveg svona á þeirra svæði, sko. Þannig ég var í einhverju hornið þarna og ég sá ekki neitt og var ekki var neitt. Það mér, sko. Og svo... Ekkert sem hún sást með berum augum. Nei. Og urðu fínkemdi þetta og svona. Svo kem ég heim í bæinn og þú bara talaði við mig eins og ég væri með holdsveiki. Og vildu ekki fá mig inn í stúdíóið og eitthvað. Alveg galið, sko. Já, maður verður að setja öryggi á oddinn, eins og segja. Já, þú mátt alveg vera í einhverjum svona bara human size smokk hérna hinum við borðið, skilur við. Ég geti verið svona bubble boy. Ef þetta er að þig að bubble boy, eða ekki? Nei, gerir ekki mér. Ég er með ótrúlegt ónæmiskerfi. Það eru allir með niðurgangi í kringum mig nema ég. Já, ok. Stálinn! Þetta byrjar sem... Er þú með svona gróður eða? Kom þetta af mótinu sem þú keppa á daginn? Ég veit það ekki. Veistu ekki hvernig það fyrst það? Nei, ég veit ekkert... Það er bara fullur og... Nei, ég veit ekki að vera fullur, sko. Bíllinn klestur og... Það varst þú. En bíllinn við bilaði líka maður. Helvítist drasl. Nei, bilaði ný. Já, Aha. losnaði með einhverja hósuklemmu. Shit. Og þá datt kælivökudrasli sem að fer í vélina og kælisystemið, sko. Og losnaði einhver hósuklemma. Þannig að ég var bara svona sulla öllum kælivökunum mínum ekstra milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, sko. Og svo bara mætti ég fyrir utan vinnurinn mína og það bara... Já. Það var þessum. En þú veist, ekkert sem að ný hósuklemma getur ekki lagað. Nei. Ég er með hósuklemmi þar á lás. Skemmtilegt, er eitthvað meira, sko. Ég ætla bara að vera í banni núna í 2 vikur, sko. Við getum alveg diskutera daginn og veginn alveg endalaust, en Já, þú ætlar að fara í einhverja græjuferð fyrir kompanið, svo kom í ljós að þú bara elt einhverja gellu. Þú ert svo ekki. Já, ég og Óli, svona einn stoppandi þáttarins, hann bauð mér til Baltimore. Baltimore, Murderland. Já, og þegar eitthvað býður maður svona til Bandaríkjanna, sko, eitthvað svona ríkur kall upp í eldinu, þá fattar maður svona, þú veist, það er engin frí ferð í Disneyland, það er ekki til. Og
Þannig ég hef aðeins komið þarna og ég, mér vantaði bara svona rosa mikið að komast í Walmart. Mm. Þannig að það er eitthvað búnaðar hann úti og við spurum okkur alveg bara upp í 500.000 á því að fljúga út og kaupa þar. Þú ætlar að reyna að fá brotin á meðan. Þessi, fólk er svo leiðilegt, sko. Alltaf þegar ég fer eitthvað svona, kíkja er ég kannski að spæða að fara til Bandaríkjanna? Já, kíkja á þessu svörtu. Ég er svona, nei, hún er komið með barn og svona. Ná, rætti það ekki stoppa þig. En annars ég ekkert eitthvað mikill Baltimore maður, sko. Stór heldur staðar. Jaha. Þetta sem er mestu máltíðni bara í Bandaríkjunum. Já, geðvikt. How fit right in. En ég meina, þú veist, núna, England er orðið bara sjúklega hættulegt land. Já. Við erum alltaf bara eitthvað að ferðast einir til Englands. Ég líst ekkert á það. Nei, við erum mjög áhættusæknir, en það er miklir MMA og barðamenn, sko. En eins og við erum alltaf að fljúga til Luton. Já, bara. Sem er ákveðnum hryðjuverkalista. Sem er eitthvað svona hryðjuverka hotspot Evrópu. Og við erum eitthvað svona, einn miður Luton, takk. En já, er Baltimore svona hættuleg? Ég trúi það alveg, sko. The Wire gerist í Baltimore. Já, jú. En það er náttúrulega fiksjón þættir. Já, þetta er kallað Baltimore Murderland. Já, að þið takist að deyja á 5 dögum, eða? Nei, það er Walmart, ekki security. Jú, það lítur verið eitthvað svona... Walmart. Jú, er ekki eitthvað svona Walmart maður sem er svona, passar upp á mann? Svörkonum taka mótið eða eitthvað. Jú, heldur betur. En það er sko hæsta tíðni flökkumanna er í Baltimore. Já, og fylgjum vortínin með. Herru, við erum komin að hála nýsina. Þetta er... Já. Hvernig björgum við okkur úr þessu? Ef ég bara að ræða eitthvað með MMA og eitthvað svona. Ég ætla að fara að lesa sponsorinn og eitthvað. En við getum það ekki eftir þetta. Ég byrjaði bara að þátt að photoshopa eyrun þín. Já. Og ég er bara búinn að vera í Galsa síðan. Já, þú er náttúrulega mættir hérna í Galsa, sko. Þú mættir á réttin tíma í fyrsta skipti í svona örugglega 2 ár. Og annars bara já, ég var með ristór eyru á þessum póster. Og þetta var já, hvernig fórstu að hlusta á þetta? Ég hefði spilað hana brandar þannig. En já, þú lést það visuált duga til. Herru, við ætlum að halda áfram, þátturinn er sjálfsögðu boði mínigarsins, heimavelli Bardaíðarda, eða stór viðburður framöndan á góðum tíma, þú veist hann er sýndur í mínigarinu. Golden Ticket og Kate Steele og Glacial Fight Night. Glacial Fight Night, það er bara komið aðeins. Það er bara komið aðeins, við þurfum að ræða það aðeins byrja eftir smá. Og ef þið langar að byrja að æfa Bardaíðardir, þá er ekki að gama maður svarið. 9 grunnvarskeiði hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rvfkmma.is. Taktu skrifið og byrjaði að æfa á Viðarhöfða 2. Ég var næstum að segja vinna. En það má örugglega alveg sækja vinna það líka, sko. Ef ekki bara, ræða bara, ef ekki aðeins að diskutera máluna. Glacial Fight Night. Glacial Fight Night. Já. Þetta er bara, þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Já. Hvað er Glacial Fight Night? Það er fyrsta MMA-sýning á Íslandi. Það er haldin í Ásbrú. Það er önnur Biggi vs. Nonni, sko. Já, má ekki gleyma því, sko. Við erum alltaf verið sett trendi, sko. Já, nákvæmlega. Það var Bjarki Þór Pálsson sem er svolítið búinn að vera að spírhætta þetta. Ég ætla svona að reyna að segja við henni eitthvað svona, þetta er nú ekki fyrsta, þetta er annað. Ég er ekki viss hvað svip hann myndi gefa mér. Bjarki, þú voru munið hverjir pioneeruðu þetta shit. Já, nákvæmlega. Þú veist að ég og Biggi börjust fyrst. Ásbrú, 15. nóvember. Sama dag og Icebox, það er smá skandal. Já. Svolítið svona skipti kannski smá upp hópnum. Ég held ekki. Ekki? Ég held að, þú veist, þetta tekur kannski mest, 250 manns eða eitthvað. Venju og í Keflavík? Já. Nei, þú veist, ég hugsa, ef við erum talað að skipta hópnum, sko, ég myndi halda að þú ert í mest lagi að stela svona 250 innan gæslega að stela af Icebox. En þeir eru alveg með, þú veist, sjóða på 2000 manns. Þannig ég held að það sé ekkert 100 hættinni, sko. Þú heldur þetta verið rosa mikið, bara fólk í gymminu og bara barda áfram, þau sem bara kjósa frekar MMA fram yfir box. En við erum að tala sko, ég held að svo kom þar 8 viðregnir, 8 bardagakvöld. Ég var ekki búinn að frá fréttur sko, hver er að fara að streyma og svona. En þú veist, það er eitthvað að tala síman. En þetta það verið að fara að flytja inn Skota, Breta og Normenn.
og ég er ekki frá því að Hákon Örn verður main event of the evening. Svakalegt. Já, það er bara hann á skilið. Bara síðustu 2 bardagar, það har bara verið þvílíkar frammistöður hjá honum og hann er bara virkilega búinn að sýna, bara, hann er ekki einhver lítill krakki lengur, Nei. núna er hann bara... Þetta er ekki Jonah Hill, sko. Nei, ég veit, hann á þetta skilja, hann er líka bara, búinn að vera svo lengi þarna, hann er búinn að vera svo konsistant og ég veit að bara, Bjarki elskar hann, sko. Bara sér bara potensialið í honum og bara geðveikt að gefa Hákoni þetta spot, skilur. Bara vera að fá main eventa fyrsta alvöru, hvernig er það alvöru að þau erum fyrstir? Fyrsta alvöru MMA-kvöld á Íslandssögunar. Djúlega komið tími á þetta. Þannig að ég já, þannig að það er hægt að kaupa sér miða inn á tix.is. Það er búið að tilkynna nokkra bardaga. Já. Þannig að Vítali verður þarna. Hann er með einhver gaur með svaka reynslu. Já. En það Vítali sjálfur með svaka reynslu. Já. Hann er búið með 6 bardaga, eða ekki? Jú, hann er búinn að berja stelling. Helgi Ytter verður á kallinu. Já. Hekla María. Það verður 1 Ísland vs. Íslands bardagi. Já, Mjölnir móti Reykjavík MMA. Já, Mjölnir móti Reykjavík MMA. Ari Býring mætir Anton Smára frá Mjölni. Það er skemmt. Það er mjög skemmtilegt. Gaman svona Íslandingur móti Íslanding. Já. Mjölnir móti Reykjavík. Það er hörku fætt. Já, það vilja allir vinna hennar fyrir klúbbi sinn, sko. Þannig að, já, það er svakalegt. Og við viljum náttúrulega bara allir vera á þessu karti. Þannig að ég, þetta verður geðveikt. Þú búinn að kaupa það miða? Nei, ég veit ekki alveg hvernig það verður. Það er Icebox á saman tíma og getum skipta liði. Já, þú farir á Iceboxið og ég MMA. Mér finnst það að liggja beinast við. Nei, ekki. Það er náttúrulega bara drepur mig að missa af þessu, sko. Já, ég held að það var MMA-fréttamaður og myndi vilja vera á MMA-sinni. Já, en við megum ekki, sína bóksinu jafn mikið í vægi. Já, hefur bóksið jafn mikið í vægi. Já, við getum ekki sleppt Icebox, sko. Nei, það er satt, ég er bara með stæla. Þetta er bara óheppilegt að þetta hafi lent á sama kvöldi og ég held að það verður bara betur passa upp á næst. Þannig ég held að næst þegar það halda Glacier Fight Night þá eru það ekki sama degi og Icebox. Ég held að menn mun passa þetta betur. Já, það er mjög leiðilegt, sko, þegar maður getur ekki, að það er ekkert það mikið að gerast í kombatsinninni á Íslandi, skilur við. Það er Icebox 2 ári og, já, Glacier Fight Night 1 ári. Hvernig gat þetta lent á líka við vorum nýbúin að tilkynna þetta og þá var ég bara símtal frá Davíð. Hvað er í gangi? Þetta er saman dag með Icebox. Hvað er það að gera? Nei, við komum svona óheppilegt, en is what it is. En við náttúrulega höldum áfram að fjalla þetta og trylla á peppa þegar meira frétta Iceboxið. Var ekki gaman líka við fengjum sko eitthvað til að var ekki gaman við fengjum eitthvað til að nú er ég aðeins að fara yfir, já, við erum streymið okkur stilt á private sko, það sér þetta ekki. Já. Það ég er bara að laga svo mikið eitthvað streymi og eitthvað þegar Þú er bara að streyma ykkur private sem það. Ég labbaði inn. Þetta er svona eins og að dotti svona inn í gapastokkin bara. Ha? Já, ég er aðeins búinn að vera leikum streymi. Það er náttúrulega líka Reykjavík Open 2 næsta helgi og því verður streymt, Emma fréttum mun streyma því. Submission only, eins og það var senast. Já, það er submission only og er bara skemmtileg mót og því verður streymt á laugardaginn. Þannig að ég var eitthvað svona, ég var að prófa sko að tengja saman SmoothComp og OBS sem við notum til að dreyma og henda því í gegnum Emma fréttir YouTubeið og það var svona smá tæknilegir nögrar en hefði alveg gengið þarna á þessu æfingamóti sko. En það var bara svo liðt net sko, af því við mætum alltaf með okkar eigið net. Þannig að bara gengum með það næst. En það var mjög flott streymi á Reykjavík Open 2 næstu helgi. Ég er svona að spá ykkur til að keppa og streyma. Það gangi? Já, sjá til. Ég verði örugglega svo ógeðslega jetlagt sko. Ég er að fara í sko 2 daga ferð til Bandaríkjanna. Hvað er það? Herra, ég var að ræða eitthvað svona almennilegt MMA-dót. Herra, segðu þú ekki skemmtilegt, ég þarf að hlaða tölunum mína. Það er hlaða tölunum? Já. Heyrðu, það er bara, við erum að fara yfir Fight Nightið frá Vancouver
Sko, þetta var ákveðið shit show. Þetta Kanadakart, sko. Af því að það var allt í rugli þarna. Það var bara bardagi stöðaður með 3 sekúndur eftir á klukkunni og svo bara, nei, herri, fight is still on. Og svo eru einhver pungspörk í sko 2 bardagum sem að sko róða úrslitin. Og hérna, í Kevin Holland bardaganum, þá var ekki eins og tekið stig af Mike Malloy, sko, sem er með fáránlegt. Það var 2 bara, hérna, og sérstaklega seinna mjög þungt nutshot. Já. Og það er bara eitthvað, þú veist, það er alltaf bara Warren, fattar þú, hvað er í gangi? Mér fannst bara mjög illa haldið utan þetta kvöld einhvern veginn, það var bara mistök eftir mistök og þú veist, hvað er í gangi? Já, það var svolítið þannig. Það var í, hvaða barþagi var aftur, það sem að dómarinn tekur stig, það var í hérna, Drew Dober. Já, Propeleg. Ég reynda sá það ekki, sko, ég bara náði ekki að horfa á prelims. Nei. Ég hérna kom heim og rétt náði prelims og byrjaði að tippa. Og hérna, það er alveg rétt sko, það voru nokkur pungspark hérna og það sem að byrjaði með mest sko var að það voru bara einhvern veginn ekki svona samhæfðar reglur. Það var einhvern veginn ekki jafnt yfir alla. Og þau þurfum kannski aðeins að diskutera það sko. En ok, þú veist, Mike Malott gefur Kevin Holland pungspark. Mér fannst þetta ekki það alvarlegt pungspark að það hefði verðskuldað stig, af því að þú veist, mér fannst það svona að setja löppina í hnéð fyrir maðan á honum. En svona sköflungurinn fyrir, og maður heyrði alveg kapphljóðið, sko. Já. Þannig að þetta er svona, þetta er högg sem að lendir, eða það bara svona lendir aðeins svo mikið, skilju, og náttúrulega bara Kevin Holland er svo engispert í laginu, skilju. Þannig að svona, ég veit ekki, þú veist, það var ekki það að Mike Malott hafi eitthvað þurft að passa sig betur, skilju, þetta er bara mjög vel executað hisspark. Já, nei, þú getur ekki sagt það ef hann hitt hann í punginu. Já, það hann hitt hann í maðan. Já, þú veist, hann hitt hann á saman tíma í punginu, þetta er ólulegt. Þetta er ekki verðskuldað stig. Þú veist, ef Superman pansar gaurinn og sparkar í punginu á saman tíma, þú veist, það er alveg pungspark þó að það er hitt Superman pansinu, það er. Já, en það er ekki svona bad intention. Nei, ég veit það, en samt, þú veist, þú er búinn að sparka hann 2 í punginu, mjög þungt þarna. Taka stig. Fekk hann warning? Hann fekk warningu fyrir bæði, svo bara, þú veist, hann fekk fyrst ekki warning, svo fekk hann stiff warning, eða eitthvað, þú veist. Ó nei, stiff warning. Ég man ekki eftir hvernig ég heyrði stiff warning síðast. Já, sko, það er svo full stats og ég maður þetta skorkast líka. En hérna... Já, ég var einmitt í annar lótu, þá var ég bara eitthvað, já, heyrðu, ég þarf einhvern veginn að reyna að skora hann barða, ég var bara að hugsa eistina hans Kevin Holland einhvern veginn. Ég var ekkert búinn að spá einhvern veginn, hvernig fór þessi lóta eða? Nei. En þú veist... En hann var greinilega bara, þú veist... Hann var að deyja. Hann var að deyja bara í annari lótinu, en enda bara einhvern veginn svona, að þú veist, að laga þetta eitthvað og þú veist, maður sér bara í gegnum allan barðan, þetta er að bögga hann allan tíma, sko. Já. Og mér fannst alveg svona á einhverjum tímapunkti, það verður bara að hafa vit fyrir fætinunum og þú veist, og kalla þetta af, þegar þú veist, hann er ekkert að berjast, það er bara, þú veist, hann er bara að deyja allan tíma, þú veist, mér fannst ekkert gaman að horfa á hann barða, því að hann er bara, er hérna að lifa af þarna og bara pelja niður sekunduna, sko. En hérna, Malloy lúkkaði svona ógeðslega sjálf, bara sérstaklega bara alveg byrjun áður en þetta punktback gerist, þú veist, það er ekki byrjað að hafa áhrif á bardagann. Man sá bara strax frá fyrstu mínútu bara, damn, bara Malloy sjálf, hann bara, þú veist, strækingi hans, þetta var svo snöggt og hérna, já, bara, og hann var svo kröftuður eitthvað, bara, hérna, já, bara Mike Malloy 2.0, sko. Já, 100%. En mér fannst hann, sko, ég tippaði á Mike Malloy, Kevin Holland er bara að berjast nú mikið. Þú veist, hann getur ekki haldið þessu áfram. Þú veist, hann er ekki að tala um að vilja berjast aftur í desember. Hvað er það? Mér finnst það bara að þetta er ómikið. Og ég held að bara, einhvern veginn, hann er bara svona setting himself up for failure. Meðaltalið hans er 4 sem ári. Það er meðaltalið. Já. Þú veist, hann hefur 8 ár þar sem hann hefur tekið 5 barða. Þetta er bara, já, þess að segja, þetta er bara mikið. Já, er það ekki? Ég hérna, mér er að finna scorecards fyrir þetta. Mér er að spáði hversu mikið 1 stig hefði skipt ef hann hefði fengið hérna. Já, við veitum náttúrulega ekkert hvernig þessi bardaði þróast ef það hefði ekki gerst, sko. Nei, svo sem ekki. En hérna, sko, ef hann hefði fengið mínustig. Já, hann vinnur fyrstu lótuna. Þá hefði, hérna,
Það var jafntefli. Það var jafntefli. Já. Og þú veist, ef þetta pungspark hefði ekki gerst, þá hefði kannski bara Kevin Holland haldið áfram að vinna bardaga. Hver veit, sko. Af því að þú veist, hann er ekkert hans sjálfur og ég sá ekki hinn bardagann, en ég heyrði að, þú veist, eftir að Drew Dober, þú veist, kom þetta pungspark og svo þegar bardagann flautaði aftur á, þá kemur bara Drew Dober á fullu, þú veist, hinn gæðin ennþá einhvern veginn að jafna sig og bara Dober bara turnar up the heat og valtar yfir hann. Já. Sem ég fannst smá Mike Mallow svona, okkur gerði hann það ekki bara þarna. Mann fannst alveg svona, þú veist, það var greinilegt hvað Kevin Holland var illt ennþá. Þess að Mike Mallow hefði alveg bara geta bara hent öllu og öllu svaskinum í hann á þeim tímapunkti og örugglega bara valta yfir hann. Veitu, hvernig kom ekki púsparkið í annar redd? Þetta var bara í fyrsta lótu, sko. Já, og við erum ekki bara komið bara guns blazing bara með eldhúsvaskin og gasaði út svo bara. Já, maður sá bara hvað hann var meiddur. Já. En mál með sko, ok, Drew Dober gaf forspilega svakalegt pungspark. Gæinn var að deyja. Hann tók alla 5 mínútur og það gjörði svona að deyja. En málið þú veist, hann byrjaði bara þægilega, mann sig inn í bardagann og var eiginlega bara að koma með heimilisfangið hans, Drew Dober. Drew Dober var með bara, þú veist, blæðandi sköflung og allir bara örkrunar í smettinu. Svo kemur hann bara, pá, pungspark. Og gæinn bara í 5 mínútur, þetta í 3. lótu, gæinn í 5 mínútur að reyna að standa upp. Og veit bara að ég að vinna hann bara, þú veist, í sandbru. Og Drew Dober bara, herðu, dómar kemur og tekur stig af Drew Dober. Og það eitthvað sem ég var alveg kallað eftir í svona bördugum, bara, að þessi sangjan með svona hörpumungspark, að þessi tekið stig. En þá var Drew Dober bara, herðu, þessi barða, ég mögulega að tapa þessum barða eftir að stigið tekið af. Gæinn sem ég á móti, búinn að vera að deyja núna í 5 mínútur eftir pungsparkið. Ég búinn að vera í 5 mínútna pásu og það 4 mínútur eftir lótunni. Þá alltaf kemur hann og hann hendur öllu í hann. Hann bara non-stop að keira og kýla. Hann þarf ekki að ágjöra neinu. Og það var svo ósanngjarnt. Og maður bara svona eitthvað, boo you, Drew Dober. Líka því ég tippaði hingað, skilum við hann. Já, ég tippaði líka á hann. Já. Það var svona nett ósanngjarnt. Og þá var maður líka eitthvað svona, er mínustigið, er betra að gefa ekki mínustig til að gefa gæðum sem gaf pungsparkið ekki svona urgency? Við erum búin að tapa 2 lótum og okkur bara negli pungin á honum og svo bara, heyrðu, við erum taka hann út. Já, láta hann bara liggja í 5 mínútur, taka þessi smá pásu og svo veistu þú bara að heljar hann að sprinta eftir. Bara, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist. Mér finnst bara í þessu sporti, það bara, menn komast alltaf mikið upp með að sparka í pung og poti í augu og það, þú veist, lítið gert í því og þó að segja eitthvað gert í því eins og þarna tekið stig og þá samt hefur þetta það mikil áhrif á bardagann að breyta hann algjörlega. Já. En þú veist, en svo ósanngjarnt að taka ekki stig. Þessi í þeim tilfellum að maður myndi ekki taka stig. Mér varst ég á Kevin Holland og Mike Mallow, mér varst það áhugavert armtræninguleg skeip hjá Kevin Holland í 3. lótu. Það var alveg að koma með hann einhvern veginn bara svona, mér fannst það bara svona leif honum að komast í, þú veist, passa gardið og fara alveg yfir second roll til að þétta armtræningulegin og svo einhvern veginn bara svona leiði hann svolítið að fara þarna og svo rúlaði þessi einhvern veginn út úr þessu. Mér fannst það svo skrítið út að ég ætlaði bara að leiða honum armtræninguleg og svo var bara ekkert mál fyrir hann einhvern veginn að rúla út úr þessu. Þannig bara einhvern veginn sneri eitthvað engul og svo rúlaði sér og þá bara einhvern veginn plúpp, slappa hann út úr þessu. Ég hef ekki séð svona áður, sko. Þú verður bara að jitsa aðeins meira. En það er hægt að plúppa sig út úr, það er alveg hægt, sko. Ég hef aldrei séð þetta í maðurbardaga, sko. Nei, ég held að svona... Yfirleitt að gaurin er búinn að, þú veist, passa yfir side-controlli og þú veist, þá ertu bara fucked. Já. Sko, ég hef séð það, ég hef aldrei eftir það, en þegar ég sá þetta var ég svona, já, ok, nice, vel gert. Bara, þú veist, þetta er alveg bara legit word, sko. En ég held að þú þurfir bara að vera með ákveðið svona jits pedigree til að fatta að þú getur þetta. Þetta er ekkert eitthvað svona, að þú veist, þú ert svona triangular einhvern veginn og svo þarftu svona einhvern veginn að slengja löppbólínum hálfpartur svona yfir öxlina. Þú veist, þeim einn sem að þú ert triangular og svona, þú veist, undir með hausinn. Þetta er svona, já. Hann alltaf, þú veist, Kevin Holland er bara flinkur í gólfinu og þú veist, hann lifði mitt af armtriangle attempt frá Gunna í bardaganum þeirra, sko. Þannig að hann kann alveg að verjast þessu. Já, ég veist, hann er mjög sigur í jitsi og það að hvað Kevin Holland er sigur í jitsi eftir að vera söpbar af René de Ritter gaf til kynna að René de Ritter var í geðveikur í jitsi sem er kannski svona
Aðeins sem þú sagði í dag. Mm. Ok, þú veist, diskuturum aðeins hérna main eventið. Já. Brendan Allen, sem tekur bara þarna hvað, 23 dagar fyrir bara. Já, ekki miklum, sko. Nei, ég man ekki að það eru 21 eða 23. Já. Bara fyrir illa með Rennir Dyrþér. Rennir Dyrþér var bara vandræðilega lélugur. Já, hann byrjaði átti fyrst lótuna skuldlaust. Svo lótið 2 og 3, þá kemst hann inn í þetta, Brendan Allen. En Dyrþér byrjaði sem þess að lótið, hann næra hann niður í báðum lótunum. Já. Bara, hann næra reversunum í báðum lótunum, sko. Já, og þegar hann er búinn að reversunum, Já. sem að hann þurfti ekki að vinna ógeðslega mikið fyrir, Nei. það var bara eitthvað svona, þá var hann bara, Já, guard, hann ekki, já. læsi bodylocknum í guard, og er bara... Og líka málið er, þú veist að þegar Brendan Allen var í toppstöðu, þú veist, búinn að reversa, þá er hann að regna niður ground and poundi. Já. Þeir alltaf mikið eitthvað að reyna eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað að grappla, fattar þú? Þú veist, það er ekki nógu mikil högg, þú veist, í gólfinu frá honum. Og það var helst í mununum, þú veist, þegar Brendan Allen reversa honum, þá eru högg í þessu líka, þú veist, hann var að spila MMA, þú veist, hann var bara að hitsa. Já, það er bara svona máli. Rennir Dyrþér reyndi alltaf að setja krókunum sína inn, sem er alveg gott og gilt, skilur við. En Brendan Allen var rosa mikið bara þungur, chest og baki, bara þungur á honum og bara flættir rosalega vel með honum, en er það bara í miklu þægilegri stöðu til að bara ground and pounda og einhvern veginn Dyrþér endar alltaf á bakinu og bara með Brendan Allen ofan á sér. Og eins og þú segir, þetta er bara það, einn er að spila MMA og hinn er að gitsa. Og þetta er bara svona eitthvað sem myndi ekki segja, sko, en er þetta eitthvað svona tæft fight IQ hjá Dyrþér? Ég veit það ekki. Og líka bara að gasa eftir 4 lótur. Já, þú veist, maður sá hann á stólnum eftir aðra lótu. Já. Þá var hann var strax bara orðinn allt of þreyttur fyrir að væri bara búinn að 2 af 5, sko. Já. Þú veist, maður sá hann líka stemdi, sko. Já, einmitt. Og það er ekki eins og þetta hafi verið eitthvað svona það hátt intensity, þú veist, þú ert í rauninni bara að grappla, skilur. Já. Og þú veist, fyrsta lóta, þá ert þú í dominandi stöðu, Brendan Allen ætti í rauninni að vera gæinn sem er alveg púinn að því. En Brendan Allen sagði, sko, að hann hefði fundið á Dyrþér hvað hann kreisti ógeðslega fast í bodylockinum, í figure 4 bodylockinum með löpunum. Og hann hefði hugsað bara, þú ert að fara að gasa, þú ert aldrei að fara að geta þetta í 25 mínútur. Það var bara hvað þá 10 mínútur, skilur við. Að bara tensionið, hann hefði verið svo ógeðslega tensaður á því. Að hann hefði bara vitað bara, glemtir þessu. En svona, fyndið sko að því að Rennir Dyrþér virtist alveg svona vera með hann svona, virtist alveg vera bara að lesa hann. Bara svona, já, Brendan Allen, hann byrja vel og svo feitar hann út og eitthvað. Og þá finnst mann svo skrítið að þú hafðir ekki bara svona aðeins að spara kraftan hérna smá. Og þú veist, af hverju leifur það ekki bara Brendan Allen sem tekur bara með 21 dagar fyrirvara. Af hverju leifur hann ekki bara að feita út? Og þegar hann byrjar að feita út í annar þriðju lótu, af hverju tekur hann ekki bara yfir þá? Þú veist, ef þú ert svona gjörsamlega með það, skilur við. Ég er svona, þetta var líka eitthvað svona, ég man ekki eftir að sé Dyrþér eitthvað svona vera svona ógeðslega mikið að skjóta í fellur, svona rosalega ákaft, skilur við. Hann léti svona að væri einhver Dagestan. Þú veist, ekki samanlega? Jú, þú veist, sérstaklega sko út af því að hvað Brendan Allen sýndi hvað hann átti auðvitað með að reversa hann, sko. Þá hugsaði maður einmitt svona að vel frekar út að hann hefur sýnt góða takta í svona, þú veist, clinch striking og eitthvað svona. Já. Þú veist, þá fór maður að hugsa, þú veist, þetta er ekki endilega leiðin, sko. Og sérstaklega hvað hann er þreyttur eftir þessi grapplingarsteinsir, sko. Hvað hann hefði ekki bara frekar reyna að standa með honum og reyna, þú veist, fara leiðina sem hann fór að Bo Nickal, til dæmis. Já, bara vera með hann bara í clinch upp búrið, bara. Já, bara hné og eitthvað, þú veist, hann er góður í því. Já, mjög svo. En ég er svona, já, ég svona, veit eiginlega ekki hvað mér finnst Dyrþér. Kannski var það svona one-off eitthvað. Já, ég finna að hann vann fucking Robert Whittaker í síðasta bardaga, þú veist, það er ekki gefins. Nei. En þú veist, upp að þeim punkti, þá voru það kannski smá pulsur, Bo Nickal og einhverju gæðar, sko. Já, Bo Nickal náttúrulega king pulsar. Og þú veist, þú veist, Whittaker var hann ekki að koma tilbaka eftir að fengi, kjálkan sinn alveg, eða tennurinn þarna. Jú. Þú veist, þannig að þetta var kannski ekki Robert Whittaker sem að, þú veist, við, þekkjum og elskum, sko. Nei, þetta var eftir aðgerð, eftir kjálka aðgerð Robert Whittaker, sko. Þannig að svona,
Ég held að Renny Dritter sé ekki top dog UFC gæði, skilur, sem getum bara mætt gæða sem er bara 100% sko. Já. Þetta er, hann er betri í svona, í pulsunum. Já. Og líka, þú veist, það segir líka mikið að hann gefst upp þarna. Já. Þú veist, hann segir bara I have nothing. Bara að hann sagði eitthvað, ég hef ekki til að bjóða upp á. Ég man ekki hvað hann sagði nákvæmlega, þú veist, orðrétt. En þú veist, hann bara segir fyrir þjálfarinn sinna, bara það er ekkert sem ég get gert. Og þeir bara kasta inn handklæði hann. Þú veist, sá hann Hamzat, þetta bullshit guy, give up. Já. Ég bara man ekki eftir hvernig sá síðast í UFC bara þegar einhver kastaði hann handklæði. Það hefur nú alveg gerst svona hér og það sko. Já, ég bara man ekki hvernig En það þá er það yfirleitt eitthvað svona miklu meira bara damage og það bara verið að bjarga bara, þú veist, og einhvern veginn þjálfarinn bara svona kastar því inn bara í paník einhvern veginn. Já, bara. En þetta eitthvað svona bara, þú veist, að vera bara svona bugaðar á stólnum, þú veist, það myndi bara á hann hérna sem við vorum átt í Kolva seinast. Maglennis? Já. Já. Það er svona hægur að standa upp og eitthvað, þú veist, hérna, hann enda allar þessar lotur á bakinu og hann var alltaf lengur og lengur að drulla sér upp. Og einmitt eftir þessar 4. lotu, þú veist, var þetta ekki hérna Herzog-dómarinn. Þannig bara þú verður að standa upp og bara hann skallaði þetta af. Já, nákvæmlega. 100%. Það var svona, einmitt, bara, ég var ekki búinn að fatta það, sko. Að þú mátt ekki bara liggja eins og klessu á gólfinu þegar þú lóta hann byrja, sko. Þú verður frullar í hotni. Ég ætla bara að bíða hérna. Ég ætla bara að liggja hérna. Þið komið svo bara þegar þið eru tilbúinir. Og ég ætla að púla gard. Nei, það var stránkæðilegt. Við talaðum um Jason Herzog, hérna. Sástu, hann var best að horfa á rassinn á ringsteppunni. Nei. Já. Ánum með. Svo postaði hann einhvern svona, hérna, já, hann postaði svona emoji að gera svona salute við þetta, sko. Það var djókaði með þetta sjálfur, sko. Já, einhver voru að gera það. Litla útriðin sem við vissum okkur til fáum þegar við vorum aðeins nappaði við að kíkja. Glatað. Var ekki Joe Rogan líka einu sem nappaði við það? Já. Jú, og hann fekk aðeins að heyra það. Já, ok. Eins og bara, þú veist, annað hver maður bara. Hefur ekki séð vídeo að það David Beckham með Victoria Beckham að koma NBA líka. Hann er bara eitthvað að horfa á einhver klappstýru og Victoria burstar hann og alveg, ég man ekki hvað hann gerir slói hann eða eitthvað svona. Það var ekki satt, sko. Nei, og hann eitthvað, Þú veist, og David Beckham átti ekki að horfa á rass á klappstýru það. Nei, nákvæmlega. Það er ekki creepy að segja nei. Sjensinn? Nei, gaman að þessu. En hvað, veist, Brendan Allen, hvað, færi sig upp í, hann færi sig eitthvað ekki langt upp styrkleikalistan, er komið 5. sæti eða? Renny Dritter var í 4. Já. Og hann var hérna hvað, hann var í 8, hann var í 9. Þannig að hann hlýtur að taka bara 4. af Renny Dritter. Eitthvað þannig. Já, hlýtur. Veistu svo hérna... Þeir breyttu eitthvað hvernig þeir enga, sko. Já. Í gamla daga, bara fyrir nokkur mánuði með árið eitthvað. Það var það bara þannig, þú vannst gaurinn nr. 3, Pest bara nr. 3. En núna er þetta eitthvað, já, svona nokkuð það er. En núna eru þeir eitthvað búin að breyta aðeins hvernig þeir reikna út ranking, sko. Já, þeir eru komin með eitthvað svona, svona... komin með eitthvað módel, sko, bara eitthvað reiknimódel. Mér finnst þetta hafi verið, sko, að blaðamenn og svona óháðir aðilar hafa fengið eitthvað svona að stjórna þessu hluti. Það er ekki spurt mig. Nei, ekki mig heldur, sko. Brendan Allen er í 8. En hann baði sko Sean Strickland, Dricus eða Khamzat. Já. Sem er ágætis call-out. Já. Hann var alltaf búinn að mæta Sean Strickland. Já. Það var fyrir honum. Já. Sean Strickland tók þann bara á short notice. Já. Ég hefði það tilfinningunum að Sean Strickland sé svolítið búinn. Já. Líka bara, ég veit ekki, mér finnst það svona, það var champion, misti það og svo er hann bara búinn að vera svo ógeðslega mikið, bara eitthvað svona fucking around eitthvað á social media, að gera einhver vídeo með Nínu og eitthvað. Já, einmitt, hún gifta sig. Hún gifta sig? Já, finnst þú það ekki? Ég er blaðmaður. Ég er alltaf að fylgjast með Stricklandinum, sko. Ég er hann er svo mikil típa, sko. Og ógeðslega flott hérna brúðkaupsmyndina af þeim, þar sem að hann er með eitthvað driffil og eitthvað, get married. Geggjaður. En ég held að svona besta matchupið hérna er Brendan Allen á móti Dricus eða Sean Strickland. Ég held að hann eigi ekkert í Khamzat. Nei, Khamzat er líka bara með verkefni. Hann er bara á móti Imo, vantilega, nei ekki. Jú, var það ekki svolítið ákveðið? Já, eftir að hann vann bara, það er það sem náttúrulega.
Já, ég neyðist til að vera sammála því. Var ekki eitthvað að tala um að... Nú man ég ekki neitt, sko, ég er með eitthvað heila þó, sko. Þetta er var ekki eitthvað að tala um að mögulega, já, Jared Cannonier og Duplessis, þeir eru að fara að mætast það ekki. Aha. Ég minni það. Já, ok. Og Brandon Allen fær heldur sigurvegaran af þeim parta. Já, ok. Jared Cannonier 11. sæti, sko. Já. En þú veist. En þá er það að tala um, skilur við, 11 sæti mætir number 1 contender, þannig að sé, sem er þá meðaltali 7. sæti. 11 + 1, 12, deilt í 2. Það er 7. sæti meðaltali. Ég er að reikna út rankings. Þannig að þú veist, það er svona, þannig að þú veist, eftir þann bardaga, þá myndi Brandon Allen taka sigurvegaran þar, sem þá að meðaltali rankaði nummer 6. Er ég að segja. Þetta er nýja MMA mathinni. Þannig að ég held að það geta alveg skemmtilegt. Já. Mike Malott, á móti, við höfum að diskutera með þetta aðeins saman, sko. En þú veist, Mike Malott á móti Kevin Holland. Til að byrja með, sko, bara, þú veist, hvað gera Kevin Holland? Hætti að berja svona mikið. Þú veist, hvað er hann aftur orðinn gamall? Hann er 34, 35, 32. 32. Já, eitthvað 31, 2, þannig. 32. En 32? Já. Varst það að checka það? Já. Það er svona sæði það oft. Já. Hann verður eiginlega hægt að berja svona oft. Af því að, þú veist, það var svo gaman að sjá Kevin Holland, maður bara, yes, Kevin Holland. Og nú nefnir maður bara svona, Kevin Holland. Ef ekki aðeins var að slaka. Þú veist. Og finnst það bara svo gaman? Já, greinilega. En ég meina, þú veist, hann lítur að fara í eitthvað smá pásu. Já, ég meina, hann er búinn núna með 5 bardaga á þessu ári. Hann er búinn með 5 bardaga á þessu ári. Já. Ef hann fer í 6 bardaga, það hlýtur að vera eitthvað með. Já, held það, sko. Er það málið? Þegar við ætlum bara að fara í eitthvað ruglað. Ég held að hann hafi bara svo gaman að þessu. Þú veist, ég held að sé ekki, hann er ekki að taka sér alveg á alveg. Hann er of mikið að hafa gaman að þessu. Já. Þú veist, hinir gæðarnir sem eru, þú veist, að fara allavega að vera champions, þeir eru ekki bara út af þeim fyrir svo gaman. Nei. Þú veist, þeir eru meira bara, þú veist, með eitthvað mission og, þú veist, eru líka bara, þú veist, svona gæðin eins og GSP, bara tala hann bara hrættur og það hjálpar honum og eitthvað. Kevin Holland er ekki hrættur, hann hafa alltaf gaman að þessu. Hann bara tekur endalaust að fætum og bara vinnur hér, tapar þar og allt bara gaman. Svo er hann bara eitthvað smoking weed, fucking bad bitches og eitthvað. Þannig er bara ekki að taka þessu nú alvarlega. Nei. Er það ekki bara málið? Jó, þú veist, ég held að Kevin Holland geti verið besti bardagamaður í heiminum ef hann myndi bara einbeita sér að því að verða besti bardagamaður í heiminum. Besti bardagamaður í heiminum? Já, svona, þú veist, ég segi svona. Já. Hann er bara ekki nógu mikið með hugan við efnið, sko. Ég held það sé hans akkilesarhæll, sko. Já. Ég er 100% sammála þér, sko. Það var eiginlega þegar hann tapaði á móti D-Rod. Þar sem maður er bara, ha? Já, bara, þú ert miklu betri en D-Rod. Og eiginlega, þú veist, Rennitritter á heldur ekki verið að sveppa þig í fyrstu hluti. Nei, En ég skil hún bara, þú veist, örugglega eina leiðin til þess að berjast svona ógeðslega mikið er að vera bara eitthvað svona, hafa gaman að þessu. Já. En hann alltaf vinnur, þú veist, Gunna og Vincent Luque. Þannig að, þú veist, hann er alveg að sækja sterkar sigrar, sko. Já, og hann er að fá eitthvað performance bonusa, sko. Já, það. Já, fær gegn Vincent Luque og Gunna. Já. Þannig að svona, þó að það er mjög náttúrulega að tapa mútið Gunna. Svona, já, hann þór aðeins að slaka á, en þú veist, maður getur gefað hann undan punktspark, skilur við. Þú veist, hann vinnur fyrstur á það móti Mike Malott. Hann er alveg svona sér pakki sem er erfitt að díla við, skilur. Hann er ógeðslega langur, hann kýlir ógeðslega fast í alveg, þú veist. Bara Kevin Holland kýlir ógeðslega fast. Hann droppaði Mike Malott til fyrir barndaginn. Já, ég man ekki, nei, var það ekki Chito Vera sem droppaði Singaði með jabbi? Jú, það gerði það. Já, örugglega eins og hann. En hvernig hann droppaði þess að Mike Malott á einhvern tímapunkti í þessum bardaga, það ekki? Meina það? Anskilin hafa það, ég man það ekki. Ég skal bara fletta upp, eldsnögt. Knockdown, nei, hann gerði það ekki. Ekki? Nei. Já, ok. Sko, hans, já, það er alveg önnlúðan sem er svona aðlúðan í þessum bardaga. Já, en tæpi bardagi samt, sko, vinnur fyrstu, svo kemur punktsparkið, hefur mikil áhrif. Það er eiginlega punktsparkið sem er svona mest signifikant í þessu. Og mér... Það er fáralt að það ekki verið tekið stig. Já, en þú veist, það er ekkert svo mikið tekið stig.
Já, mér finnst að það eru svona tvöðum þessum stuttum millibili og það sé svona þungt sem hefur svo mikil áhrif. Það er ekki spurning hvað stig. Nei, kannski. En þú veist, hefði verið betra að Kevin Holland myndi halda áfram og þessi bardagi fari í jafntefli? Það er ekki að segja það. Já, en þú veist þetta er að dómarinn sagði við hann. Ef þú ákveður að halda ekki áfram, þá verður DQ-aður. Já, þá verður DQ-aður. Mér fannst ekki að spes. Ég held að barðan er bara no contest. No contest, já. Eitthvað svona, you will lose by disqualification. Ég sá að margir netverjar voru eitthvað hissa við þessu. Þannig svona, já, mér fannst þetta skrítið. Kannski þetta var svona einn af þessum dómaraskjöndulum. Hvaða barða var það sem að var stoppaður 3 sekúndum fyrr? Það var Kyle Nelson. Já, Það var svo margt á þessu kvöldi. Það var svona, hvað er að gerast hérna? Líka túlkavandamál. Það sem þau kölluðu inn rangan túlk. Já, ok. Það var Kínverji að berjast. Allt í rugli. Það var allt í rugli þarna. Það var Kínverji að berjast og þau kölluðu inn suðurkóreska túlkinn. That's racist. Og þeir eru eitthvað svona, formið er eitthvað svona, og túlkurinn bara, herri, ég er frá Suður-Kóríu og hann er frá Kína, ég veit ekki hvað að segja. Það var ekki bara allt í ykkur upplýst svona. Kannski er þetta svona þegar maður er að halda sjó í hverja einustu viku, að fyrir þetta eitthvað allt á böndunum. Gaman að því. Svo var bara búað á, margir 8 dómara. Jaha. Þú veist, eftir þetta var fyrsti bardaginn á Mengandi. Og hann dæmdi 2 aðra bardaga eftir það og var alveg búið á hann þegar hann kynntur inn í þá bardaga. Jaha. Ok. Það er erfitt að vera dómari. Ég var ekki að það. Herru, ef mann sé happy, þá búið Marlon Vera. Ég setti þetta strax á parlega þegar mér finnst Marlon Vera að vera gjörsamlega búinn. Hann var svona flottur, sko. Hann var flottur, hann var aðeins svo flottur en ég hefði vonast. Þegar ég var með pening á þessu. Sko, hann mögulega, tókst eftir að puttin hans fór mögulega úr lið. Já. Bara í fyrstu lóti. Já. Og ég held, að ég held hann hafi glímt meira ef það ekki gerst. Og þú veist, það er ekkert mála bara að kreppa hnefan og fucking bara kýla með þessari hendi og svo pælur bara í hversu vont þetta er á morgun, En þú veist, ef þú ert að grappla og kannski nærði ekki saman gripi og þú veist, óþægilegt. Og ég held að hans leið hafi verið svolítið að blanda inn allan að ógninni af takedowninu, sko. Og það var svolítið tekið frá honum, sko. Ég held að hann hefði bara unnið hann bardaga ef hann hefði getað blandað þessu inn. Af því að, þú veist, að pointfighta Sahibi var aldrei að fara að ganga fyrir hann, sko. Nei. En ég held að hans leið hefði átt að vera að blanda meira wrestling og það mögulega bara datt út úr gluggann eftir að puttinborgu. Já, getur. Það var þannig svona mín tilfinning, sko. Já. Og þannig er ekkert að skjóta í neina fellur eða reyna neitt grafning með hann, sko. Nei. En þú veist, hann hefur samt aldrei verið þar, sko. Að grafla? Já. Jú, hann blandar þessu saman. Hann er ekkert að rífa menn í gólfið. Jú. Já, ok, kannski. Ekki alveg. Sérstaklega hann mætir svona strækir eins og Sahibi, sko. Já. Já, getur. En ég ætla svona, þetta var mjög góðu fætt, sanns. Já, þetta var skemmtilega fætt. Og það er mikið bad blood á milli þeirra. Já, það. Eiga þeir einhverja historí eða? Ég bara veit það ekki, sko. Þú veist, þeir voru bara eins og þeir hötu ykkur þannig, sko. Já, þannig eftir aðra lótuna, þá tóku þeir alveg svona svolítið... Já, það var eitthvað svona... að diss og stæla, sko. En, sko, er Tito Vera ekki jafn búinn og mér finnst hann vera? Er það, þú veist, á hann eitthvað eftir? Hann er 15-10 í UFC. Já. Ógeðslega mikið mileage. En, þú veist, ég sé hann ekki fara eitthvað alla leið og vinna meira, sko. Nei. En hann er sem bara svo, þú veist, töff anstæðing fyrir hvert sem er í þessari deild, sko. Þú veist, meiri sér fyrir meira. Já, þú veist, það er ekki töff fyrir meira. En ég held að hann getur bara staðið sér vel um öllum í þessari deild, sko. Ég held að hann sé alls ekki búinn, sko. En það er svo spurning, þú veist, hvort hann sé að stefna á titilinn aftur. Eða hvort hann sé bara að reyna að, þú veist, berjast fyrir pening og retæra með eins mikið pening og hann getur. Já. Ég veit ekki, ég get ekki séð fyrir mér að hann sé að fara eitthvað í eitthvað annan titilbardaga, en hann mun gefa okkur skemmtilega bardaga eins lengi að hann heldur áfram, sko. Já, og þessi gæi er náttúrulega bara með graníthaugu, sko. Það sást á móti Sean O'Malley að hann átt bara hann að flying knee. Shit, það er bara ekki hægt að rópa henni gæi, sko.
Þannig að þú veist hann er náttúrulega algjörð svona decision vel, sko. En ég veit ekki við hvernig ég myndi para hann og segja bara, já, Tito vinnur þennan bara. Ég finn því séð ekki gerast. Nei, á top 5? Ég held að hann geti alveg tekið einhverja guðana. Já. Ég held að geti alveg tekið Henry Cejudo. Rob Font. Henry Cejudo, ekki Rob Font. Ekki Rob Font? Nei. Jú, ég held að Rob Font samt geggjaði það. Má alveg vera móti Rob Font. Já. Ég hef skemmt það. Já, ég skal borga minna það. Ég til í svo það. Ég held að allir geti tekið Henry Cejudo. Já. En það var bara búið að tilkynna nýjan barða fyrir Henry Cejudo, það ekki? Jú, hann að fara á móti fucking Peyton Talbot, það ekki? Jú, af hverju? Já, ég var bara eitthvað, það meikar ekkert sens. Af hverju? Hver bað þetta? Enginn. Það verður eitthvað svona, það hefur verið eitthvað svona internet-troll herferð í gangi og mattsmeikarnir bara svona, já, Peyton Talbot? Peyton Talbot tapaði náttúrulega daginn, þannig að, það var kannski setja eitt svona nafn á félagsskólanum hans. Já, hún vantar svona... Já, eitthvað til að peka hann upp, sko. Já, jú. En ég Peyton Talbot allan daginn í þessum barða, sko. Já, 100%. Ég held í alveg að Henry Cejudo, hann hafa ekkert eftir. Nei. Hann er ekki búinn að segja... Hann var retæraði fyrir mörgum árum og svo kom hann aftur og ætlaði að reyna eitthvað annan, en Já. Ég veit ekki, svo bara tók meira mann og bara sett hann upp á öxlina á sér. Meira bara líka ekkert eðlilega geggjað, sko. Ég fokkin elska meira. En já, Peyton Talbot, já, hann tapaði móti Rán í Barcelos, það kom gett á óvart. Það hann var bara komin á flott rönn og maður var bara svona, þetta er future champion, sko. Já. En svo vann hann góðan sigur þarna seinast, þannig að hann er komin aftur á sigurbraut. Núna fær hann alveg flott nöfn á félagsskrána sína, en já, ég held hann bara róti sig út á, sko. En samt, þú veist, glíman þessi veiki hlekkurinn, Henry Cejudo er náttúrulega gold medalist. Já, en hann þykist í dag að vera eitthvað svona kardikall. Hann Cejudo? Já. Þú veist, hann er með hann stíl hérna. Vinstra hendina alltaf fram og fram og tilbaka eitthvað, svona pínu lítill eitthvað. Og svona, hann er ekkert að glíma menn eitthvað í döðlur. En... Það er klálega það sem hann ætti að reyna að gera við Peyton Talbot, af því að það er veiki hlekkurinn hans. Já, 100%. Já, ég hef ekki samið gott í glóðurinn hann og ætlaði bara að slamma eitthvað pening á Peyton Talbot á, hvað, ég hef séð 323 þar sem við mætast. Já, er það Madison Square? Nei, það er 322. Já, getur við. Ég man einhver. Þetta er desemberkappið eitthvað. Já. Þannig að UFC 321 sem er næstu helgi, það er í Abu Dhabi. Já. Á geggjum tíma. Einmitt, já. Þannig að, tune in. Við ættum í rauninni að vera bara dundra upp sjónvarpið hérna til að horfa saman á UFC. Já. Þetta hefði verið one of those. Já, einmitt. En ég veit ekki. Því að sko, við aðeins klárum þess að sko, Cejudo umræði sko. Hann var búinn að pakka saman og hann er búinn að segja bara, þetta var fínt, skilu, ég er ekkert að fara með þetta og eitthvað. Og það var svona, af hverju það fara aftur í búrið og mæta Peyton Talbot. Já, og þess að koma comeback og svona, ok, þetta er ekki alveg að ganga upp, en svo bara, ætla hann að halda áfram. Þú veist, ég hef skilað það, þú veist, að hann hafði unnið, þú veist, einhverjum sem bördum og, þú veist, orðið champ aftur eða eitthvað þannig. En svona, ok, kemur með þetta comeback, þú tapar 3 í röð, og svo ætla að fara að berjast eitthvað ungstirni, fattar þið? Þú veist, hvað er að frétta? Ég skil ekki alveg, þú veist, kannski langt bara að taka eitt barða yfirbót og hann heldur hann vinni þannig. Hann bara, ég tegum bara niður, ekkert mál. Í mig kenningu. Það var brotist inn í podcaststúdíónu hans. Henry Cejudo. Er hann kannski bara vantar honum eitthvað svona 50 G's eða eitthvað til að kaupa nýja podcastgreiður? Það er mín kenning. En Sahabi, hann er hvað, bara ágrifum, þú veist... 7 barða sigringu, sko. Einmitt. Hann var að kalla út Sean O'Malley, sko. Já. Sem getur bara verið skemmtileg fætt, bara 2 strækrar sem bara væru til í að bara go to war, sko. Já. Og já, þú veist, hann er bara, ég veit ekki, mér er svona, þú veist, hann er góður, Sahabi, en það er einhvern veginn ekkert sérstakt við hann. Nei. En þú veist, hann sýndi alveg þetta geggjaða bardagi og sýndi fullt af toughness, þú veist, sveiflað með Tito Vera og var alveg að outstræka hann svolítið mikið í allan þessum 2 lótum, hann vinnur fyrstu og þriðju.
Hann er alveg svolítið vel yfir, alveg hann í fyrstu rótinni. Já. Vel yfir á strækandunum, sko. Já. Sammála. En það er líka, sko, Tito verið að tala um að hann hafi breytt sko, æfingaraðferðir, sko. Þannig að það verið mikið svona í þessu langskokki. Og svo bara eftir 5 lótur þá var hann bara, ég er bara góð, sko. En er það með minna svona explosive styrkleika, sko. Þannig að ég er svona, já, ég var svo hugsað upp á, sko, spurning hvort bara Tito verið að segja hans að endur uppgöta sjálf hans, sko. En ég veit ekki með Sahabi, sko, mér finnst hann ekki, eins og þú segir, sko, hann er ekki góður, hann er ekki neitt svona sérstakur í neinu. Nei. En mér finnst hann líka svona, kannski bara svo lengi bara, ég veit ekki, það er engin sigur hjá Sahabi þar sem ég er svona, já, þetta er sigurinn, sem er bara, þú veist, sett hann á kortið og táknar það að hann sé bara the next big thing, þú veist, það er Jose Aldo, bara í síðustu barndaginn hans Jose Aldo, Pedro Munoz, bara, ok, fínt. Ég veit Bashar, þetta er enda alveg ágætið sigur, sko. Já, ekki allt ágætið sigur, sko. Já, það er eitthvað við hann sem við erum ekki að sjá, sko. Já, þú veist, hann er góður, þú veist, hann kýlir mikið, hittar mikið og þú veist, en kannski svolítið bara svona, já, bara svona, þú veist, kannski, þú veist, hann er ekkert eitthvað að rota menn, hann er ekki að gefa okkur einhver svona memorable moment, hann bara eitthvað eins og sigli sig í gegnum þessa barda og bara nær nógu mörgum stigum inn til að vinna og svona, þú veist, það skilur ekkert eftir sig. Nei, sem myndi að því að Michael Venom Page er líka svona stigakall. En hann kemur samt með einhver svona moment og bara man eftir bara, wow, þetta flying knee og bara eitthvað svona crazy dot sem hann gerir, sko. Nákvæmlega. En Sahabi, maður er bara svona, bara 14-2 og annar maður væri bara svona, wow, 14-2, þessi gæði, going places. Hann er líka bara gamall, sko, hann er 37 ára, þannig að, þú veist. Það er engin aldur. Já, það er samt alveg aldur, sko. Það er engin aldur. Já, það er, þú veist, ég sé ekki alveg fyrir mig að hann sé að, þú veist, fara að vinna Sean O'Malley og fara að vinna meira og eitthvað. Hann er aldrei að fara að vinna meira. Nei. Meira að vinna í boxbolta. Já, ok. Ég er næst að verja sjálf á mig þegar ég segja að þetta sé engin aldur, sko. Já. Ég er náttúrulega an old dog. Já, þú hvað, 35 ára? Já, ég er dett í 36, sko. Það styttist í desember. En ég er svona dett í 36. Ég er late 30s, sko. Já, ekki segja það. Já, ég er að toppa á maður. Já, maður verður bara betur með andrum, það ekki? Jú, eins og rauðvín. Það er Man of Fear með Jasmine Jastovicius. Hún var ekki lengi að þessu. Hún var ekki lengi að þessu. Nei, bara perfect straight left, bara boom, bara right on the money. Sótti niður hendina og bara kabúm. Og kjúklingadansi. Já, saklega. Ég fannst eins og Man of Fear og átti þessi ekki á því hversu mikið hún hafi meitt hana. Út af hún kemur straight left, boom, svo bakkar hún út og ætlar svona að sjá hvað hún gerir og bara, já, hún ætlar bara að dansa fyrir mig. Og það voru einhverja, sérstaklega Jasmine sjálf sem mótmælti þessu stoppage, en ég verð að segja, Dan McLeod, hann gerði mistök í hinum barðanum með þetta og flott stoppage þarna. Já. Ég var mjög ánægður með þetta, því að þetta var bara ógeðslega þung ground and pound og hann eiginlega bara svona bjargaði henni frá heilaskaða, þú veist, það hefði verið hægt að gefa henni sens að reyna að lifa þetta af, en þá var hann bara getið fleiri svona högg. Já. Og maður tók alveg eftir því hún stóð upp og hún var ennþá alveg svolítið svona eftir sig, sko. Þannig mér finnst það bara gott stoppage og ekkert verið að leiða henni að taka of mikið dans af því að þetta var bara búið, sko. Já, þetta var 100% búið, það var engin ástæða. En ég skil Jasmín og tímið hennar að vera bara hei, leiðum það, en ég held að margir að hafi bara bjargað miklu af heilsunni hennar þarna, sko. Af því að þetta er bara enda mun verið að hún hefði fengið sensin á að lifa þetta af, sko. Þetta er líka, sko, bara, þetta er 1 mínúta 13. Það er svo mikið eftir að bardaganum og þú ert orðin bara svona slösuð. Bara, þú veist, og líka á móti Man Fearout. Hún hefði bara örugglega gert það aftur, farið í eitthvað ground and pound og eitthvað og svo hefur 2 lótur viðbót. Hún hefði bara tekið svo mikið damage í þessi bardaga. Þetta er bara mjög gott. Ég held að hann hefði bara steinrotað hana, hann hefði fengið 10 sekundur í viðbót. Í þessari stöðu, þú veist, hún er alveg einhvern veginn að þrúfu með hana hún á bakinu sín, hún kemst ekkert, hún sér ekkert þessi högg koma, þú veist, það var bara gott stopp, sko. Það er eitthvað svona base, ég veit ekki, það er eitthvað svona default program sem er í gangi, sko, hún er eitthvað svona að teygja sig hérna bak á mjöðmenn hennar og fara eitthvað, en hún er ekki að teygja sig neitt, skilur, hún er bara að teygja sig út í loftið, hún er ekki að sækja neitt eitthvað almennilegt grip, það er bara glimt þessu. Þetta var bara mjög gott stoppage og Man Fearout er ógeðslega spennandi. Já. Þú veist,
Hvað, þetta Búinn að vinna Rose og búinn að vinna Erin Blanchfield og eitthvað að eigi. Jú. Já, og hvað Mackenzie Dern? Nei, er það rugglað? Nei, Blanchfield og Já. Rose. Já. Tapað fyrir Shevchenko. Sem bara eðlilegt. Mjög spennandi. Vel í sangin að það komin upp í flyweight til að mæta það verður í desember. Jú. Þannig að það er góð fight, sko. Það er góð fight. Já. Þannig ég er spenntur fyrir því, sko. Hvað komum bæst á lausast stráið til því? Það er næsta ekki, Abu Dhabi. Já. Mackenzie Dern á móti... Ég fann fyrir þess að til. Já, á móti Jandy Roba. Sem er bæði konur sem að mér finnst það... Mér finnst það hvoru að vera... Champion. Já. Með að við Weili Zhang var svo dominandi champion. Maður er bara svona, shit, Weili Zhang. Og svo kom bara eitthvað svona... Jandy Roba og Mackenzie Dern og svona eitthvað. Ok, þessi deildir lægð. Þú veist. Og ég hef átt að pæla í þessu, ég fattaði ekki að þetta væri title fight. Ég var bara eitthvað að skoða þetta kart og það breytir öllu að þessi 5 lótur, þú veist. Nú þarf einhvern veginn að hugsa alveg upp á nýtt hvað ég var að hugsa með þann bardaga. Já. Það er 3 lótur og 5 lótur, þetta er ekki saman hluturinn, sko. Nei. En ég er samt að haldast á vinnu, sko. Já. Ég held að, þú veist, Mackenzie Dern vinnur á submissions og Virna vinnur, þú veist, decision og góður wrestling. Og ég sé ekki alveg Mackenzie Dern söppa Virnu, en ég sé Virnu halda Mackenzie Dern niðri og grænda út sigur. Eins og hún gerði síðast. Virna? Já. Já, það ekki. Ekki bara sem hún gera það. Náttúrulega Mackenzie Dern og Virna Jandy Roba var mest áður. Já. Mackenzie mann á decision. En Virna samt, sko, þú veist, það er samt síðan. Virna... Já, 5 ár síðan. Já, 5 ár síðan. Það er langur tími en fight game, sko. Já, það er það. En við diskuturum aðeins betur á því. Jason Dane söppaði Davey Grant með QT. Já, fuck þetta flying knee, man. God damn. Ég hef mist að þessum alltaf. Já. Tjóð Luka, sko, ég verði eiginlega að segja bara að sko Chelsea Dane geti bara verið að fara á title run í bandaveit. Þú veist, það var náttúrulega að færa sig niður, sko. Ég var að tala með þetta Óli var í þættinum daginn, að svona gæinn sem er kominn til að vinna meira, við erum kannski ekki að fatta hver það er, sko. Það gæti bara verið Chelsea Dane, fattar við. Þú veist, ég var einmitt bara eitthvað svona, verður það kannski bara Mario Bautista, ég var eitthvað, þú veist, ef hann Montel Jackson vinnur, þá getur það verið hann bara eitthvað, þú veist, út af því að einhvern veginn, meira búin að vinna allan gaurinn á toppnum, það er einhver svona á leiðinni sem að er gæinn sem að mun vinna á endanum. Það gæti bara verið Chelsea Dane, sko. Að Charles Dane geti unnið mér? Já. Já, það er... Ég held að hann sé að fara og rönn núna í þessum nýja þyngdarflokki. Er það fyrsti verðlæðin hans í nýja þyngdarflokki? Já. Hann er alltaf veið í featherweight, sko. Núna komin í bantamweight og bara... Þú veist, Davey Grant hefur verið erfið bardagi fyrir alla þarna í bantamweight. Bara sama hversu góður þeir eru, að þú veist, það fer enginn svona auðvitað með Davey Grant, sko. Og bara, þetta var náttúrulega bara þetta perfectly timed flying knee breytti náttúrulega öllu, sko. Já. Samt með að Chelsea Dane Luka er fucking bara smooth og þetta guillotine, maður sér það bara, þú veist, hann sækir þetta, svo sér maður hann bara brosa, hann veit bara að þetta er svo vel læst, sko, hann er aldrei að fara að komast út úr þessu. Nei, sem er það besta við guillotine, maður veit bara svona. Já, þegar það er sokkið inn. Já, þegar það er sokkið inn, maður bara, you know. Það er geðveik tilfinning. Við þurfum að fara að glíma byggja minn. Það er alls konar submission sem ég langar að prófa þér. Já. Er ekki með svona dúkku upp í gymni sem við getum bara fengið að leika? Nei. Ekki? Nei. Mjölnir með það, ekki? Já, en það er ekki meira svona til að æfa eitthvað wrestling og slamma og suplexa og eitthvað. Já, það? Ég held það. Ekki vissant. Það er bara daginn. Já, en ég er spenntur að sjá Charles Dane. Ég er bara, maður bara, þú veist, Kron Gracie fætinn, maður til Charles Dane og Kron Gracie. Situr svo mikið í mér. Það var ekki honum að kenna svo. Það var bara... Ég veit það, en hann var samt svona, hann var ekkert að fóra ekkert að buffa hann, skilju. Hann var bara svona gett mikið að passa sig, bara svona, ekki fókusu upp. Ekki fókusu upp. Ekki bara fara inn í gardaðins og meet your doom. Nei, nefnilega ekki. Að Charles Dane verður næsti gæi til að challengea Merab, það er hot take. En veistu hvað ég vil sjá? Já. Umar Nurmagomedov og Mario Bautista. Já. Þeir eru að fara að keppa núna að berjast næstu helgi. Ég held að Umar vinni og fái annan title shot, kannski Peter Jan er á undan honum að fá title shot, en hann fær annan title shot
Ef Mario Bautista tapar hann á móti Umar, þá væri ég til að sjá Chelsea Dane á móti Mario Bautista. Svo Charles Dane mútið Mario Bautista. Já. Já. Kannski mætti Chelsea Dane taka einhvern annan top 15 áður, en ég veit ekki, það er bara það sem ég var til að sjá. Já, ok, ég gútur það. Ég er já, ég er bara samlað. Annars held ég að sé fullt af gaurum þarna í bantamveit sem að hann ætti alveg góðan sens á móti, sko. Ég var til að sjá hann móti Kyle Phillips til þess. Ok. Það er bara svona gaur sem er neðalega á top 15, sko. Já. Það getur verið skemmtilegt matchup, sko. Já, sami gæði nú partist þetta kvöld, Kanda gæði. Nei, ég bara með já. Kyle Phillips upp á sportaðamæðurinn hans Aaron Keff. Já. Hann er skemmtilegur, sko. Já, ég var að slá saman hann. Já, Kyle Phillips, já, 14. sæti. Ok. Ég held að reyndar að Charles Dane væri góð viðbót í þetta. Og hann verður örugglega ekki lengi kannski að koma sér í svona milli top 5, top 10. Nei. Þú veist, það máli bara... Ég held að geti, þú veist, fengið hvert sem er á þessu 10. til 15. sæti og geti unnið öllu sem nefnt, sko. Þó að sé alveg erfið þarna eins og Dave Martínez og eitthvað. En jú, ég held að hann hefði bara fullt erindi í bara gott title-run í þessu del, sko. Já, það er svona, já, ég sé bara gútur það. Ég ætla bara að gefa það 10 stig. Já, takk fyrir það. Fyrir það. To Gryffindor. Já, þú reyndar pínu Slytherin, sko. Já, reyndar. Já. Ég sé eftir að hafa sagt Slytherin, því þú ert rosalega Hufflepuff. Nei, ég var alltaf einmitt að segja það um þig. Það er sem ekki ömulegasti klubburinn, sko. Þú ert Pilts húsvörðurinn. Og ég var ekki strák, sko. Ég er ekki það djúpt sokkin í Harry Potter að... Við erum einmitt að lesa þetta, sko. Já. Við erum alveg komin vel á 3. bók. Nú, ok. Þú og Benni saman? Já, geðveikt. Já. Herru, ég hef pening á Matt Frevola gegn Kyle Nelson. Ég ætlaði að setja pening. Ég haf með svo mikið pening, maður. Sko, ég hafði svo mikið... Byggalegasta tippir í. Já, ég hafði svo mikið trú á hvað heitir hann? BKF eða eitthvað. Ég hafði svo mikið trú á honum. Hann var að mæta einhvern kickboxara og hann er bara að fara að mála hennan gæja. Og hann heiðlaði parlayið mín, þannig ég var bara eitthvað, fuck, ég verði að vinna hennar pening tilbaka. Bara, ok, Matt Frevola er að fara að steamrolla hennan Kyle Nelson. Þegar ég held bara að vera búinn, sko. Bara hafði mjög rangt fyrir mig. Ég setti 30 skall á Matt Frevola. 30 skall? Já. 200 €? Já. Ég var með eitt lottó með það. Það sem ég var með, Frevola by submission. Ég var með eitthvað svona 3-leg parlay, long shots. Og þú veist, 10 eurur verða af, 10.000 eða 15.000 eða eitthvað. Ég er alltaf með eitt svona, þá var nokkuð sitt í eitthvað svona by submission eða by knockout og svo eitthvað svona þessi lota eða eitthvað. Ég hef einu sinni hitt svona lota með það, sko. En hann fór í eitthvað svona submission dæmt í fyrstu lota, sko. Þannig að ég var ekki fara oft með það, sko. Þegar hann fór í submission attempt í fyrstu lota? Já, hann tók hann. Hélst þá bara eitthvað lottómið hjá við myndið bara lenda? Já, þann sá legg af lottunum. Hann tók að geggja takedown, hann var bara að lyfta honum upp og grípta honum niður eitthvað. Svo þegar hann var að standa upp og reyndi hann að grípa einhvern svona front headlock og reyndi við eitthvað svona guillotine. Gekk ekki alveg, en ég var alveg bara, já, Matt Frevola by submission! Já, American Dream. Já. En þetta eru báði gæjar sem eru bara núna skemmtilegir svona til að opna kartið, klára prílumskartið eða eitthvað. En ég held að þessi hvori að fara neitt, sko. Nei. En þú veist, já, bara skemmtilegi gæðir sem eru til að bróla og ég fíla að Kyle Nelson er alltaf að berjast fyrir réttindum feðra. Já. Hann er alltaf, þú veist, það fyrsta sem hann segir þegar hann fæði mækið, það er bara eitthvað fathers should have 50% custody, þú veist, það er bara fyrsta sem hann segir alltaf, eftir hvern einasta barða. Já, og hvað finnst þér það? Já. Já, það er svona sann og nei. Ég get alveg stutt það, sko. Þú getur alveg stutt það? Já, ég er sammála Kyle Nelson. Já. Ég ætla að hugsa, konur í landinu séu ósammála Kyle Nelson. Nei. En ef að... Það er sem að, feministar hafa alltaf staðið með körlum líka. Feministar hafa alltaf staðið með körlum líka? Já, varðandi þetta? Já, ef þú spurgur konur, eru sammála því? Já. Þú veist, women's liberation, hreyfingin, hún er alltaf stutt við kalla líka, sko. Já, það er viljað svolítið að strákunni taka meiri þátt í þessu. Já, það er rétt. En það er svona meira, það er ekkert eitthvað svona frelsum kallana, það er meira svona... Put them to work. Það er meira svona, það er svo erfitt að vera kona fílingur við því. Það væri gott ef að kallarinn tekið þátt. Það er meira svona, þetta snýst ekkert
það er einhvern veginn, málað ekki upp sem réttindi, sko. En þetta er ekki pólitíska spjallið, finnur lótan. Það er kannski meira hérna ein pæling eða eitthvað. Já, látum Tóta hana. Já, látum Tóta sjá þetta. Þó ég hafi alltaf gaman að þessu. Hérna, mér fannst eitt ógeðslega cool í þessum bardaga. Minnir þetta hafa bara verið seint í bardaganum. Þá nær Frivola einhvern veginn svona bakinn á honum og hann svona nær, þú veist, hann fer aðeins svo hátt upp á hann og hann svona hrist hana af sér og fer beint í single leg takedown einhvern veginn úr því. Þannig að hann bara svona, þú veist, hann svona dettur framan á honum og í staðinn bara að fara upp, þú veist, þá bara eltir hann í single leg takedown. Það var svona, já, það var skemmtilegt. Já, það er gott múf. Já, víst þið það. Gaman að sér. En þetta rugg með að bardaginn var stöðað með 3 sekúndur fyrir klukkinu og svo halda þær áfram. Já. Og mér finnst bara, ég bara að hrósa Kyle Nelson. Allt þetta gerist og hann heldur áfram að vinna samt bardagann decision. Já. Bara fucking vel gert hjá hann. Út af því að, þú veist, svo... Adrenaline-dumpið. Já, nákvæmlega. Það er bara, þetta er einmitt alltaf bara ávísun á það að gæinn sem að verður á röngum endurunum við svona ákvörðunum, hann tapar alltaf á endunum. Ég bara, maður sér það gerast bara trekk í trekk. Já, gerast daginn. Já. Og maður er svona, þetta er nánast alveg dauðadómur, sko, fyrir bardagann, sko. En, já, við þurfum að taka hattinn á fyrir Kyle Nelson fyrir að sigla þessu heim eftir svona hálfgerð drána. Þegar, þú veist, hann hélt náttúrulega bara að bardagann verið búinn. En ég skil ekki alveg, hérna, var þetta ekki Big Dan sem var að dæma? Jú. Og, þú veist, af hverju stígur hann bara inn? Leiddist honum með það, þú veist, ég skil ekki. Já, þú veist, þú veist, þau sögðu alltaf í útsendingunni að hann hefði sagt að hann heyrði í, þú veist, í bussurnum. Sem ég skil ekki alveg, það var engin bussur. Nei, kannski bara komið með eitthvað skizofreníu eða eitthvað. Já, þú veist, hann veit hvað langt eftir og hvað. Já, þetta er bara svona eitthvað instinkt. Hann er bara fokkað upp og sagði bara, ég get svo svara, ég heyrði í bussurnum. Þú veist, það kemur klappið og hann er bara svona 10, 9, og svo telur þetta bara niður, sko, og svo bara, búið, og svo bara. Það var svona moment eins og það Heiðar var eitthvað, nei, ég var búinn að hitta play, sko. Hvað er þetta? Það veit allir hvað að ljúga, segju það bara. Nei! Já, við þurfum ekki að rifja upp hérna gamlar horror tilfinningar í 50 lóðurna. Nei, gaman að þessu. En heilt yfir, gott og skemmtilegt. En það var barndamilli hérna Aori Kuleg móti Cody Gibson. Já, það var búið á 10 sekúndum. Já, bara bein hægri, beint í smettið. Og Cody bara svona rótar sig einhvern veginn, svona teygður í smettinu einhvern veginn. Kemur grafandi bóntið og þá kemur hann túlkaraskandalli. Sikkur þetta bildið. Og hérna, hann segir eitthvað og Kormir er eitthvað svona, hvað var hann að segja bara? I am South Korea. Ég veit ekkert hvað hann að segja. Gentlemen! Þú sér að skáða þig gæna að saka fyrir mig. Það var ógeðslega gott. Ég bara, það er einhver bara, það var einhver í rugglinu þarna. Djöfull var þetta fyndið. Gaman að þessu. Herri, það er rauninni bara tvennt sem að diskutera á. Það er bara þetta UFC og svo UFC næstu helgi. Það er ekkert mikið annað sem það er að snesta á. Það er náttúrulega, sko, bikarkongamótið. Jú, það er hálf næstu helgi. Þannig það verður eitthvað, ég er ekki alveg viss hvað viðureignin verða þar. Allir voru bikarmeistarar á móti haustbikarmeisturum. Já, þú veist, ég bara ekki með hausnum nákvæmlega hvað það er, sko. Ertu með eitthvað í hausnum? Ekki mikið í dag, sko. Nei, það var svolítið tómur. Var þetta ekki eitthvað erfið dagur? Pungi hljóðkútur og eitthvað? Já, erfið dagur, sko. Það er langur erfiður. Já. Ég tengir rosalega við, það er nótið sko. Ég svaf til 11. Já, ok. Já, þurfti svo ekki að mæti vinna. Og lá svona upp í rúmi og horfði mikið á YouTube og fór svo í sturtu. Já. Áður fór svo æfingu og kom svo hingað í rólegheitum. Já, það er þægilegur dagur hjá þér. Já, var þetta ekki eitthvað svona svipað hjá þér? Jú, bara þægindi, rólegheit. Já. Já, enga húmor, þetta var hræðilegur dagur hjá byggunum okkar. Gaman að þessu. Herri. Það var krefandi, það var ekki hræðilegur. Nei, það var krefandi, það er ekki það sama. Hérna, Kolli, það búið að staðfesta barna hjá Kolla. Já, maður. Allan að sanga boxrek, hann má ekki upplýsa of mikið. Nei. En það, hann hringir alltaf í mig svona kvöldin, sko. Og við erum svo alltaf neins og svona tvær svona... Það er svona kotta hjál.
Koddahjal er Já. mjög skemmtilegt orð. Nokkurn veginn. En ég ligg gott bara upp í rúmi bara, þú veist, með lappirnar danglandi upp í loftið Já, eitthvað það svona. er akkurat það. Já, svo bara, oh my god, við erum að tala í klukkutíma. En það er búið að staðfesta, það er hérna komið inn á Boxrec. Það var búið að staðfesta bardaga 29. nóvember í Oulu, Finnlandi. Og þetta er svona activity fight. Já. Nefnum að gæinn hans, sko, bara rotaði eitthvað prospekt um daginn. Þannig að þetta er bara pínu hættulegu gæi. Þannig að það er alltaf Það er hann tekin eins og B-side og bara rotaði þessi. Já, eiginlega sko. Bara, hérna, fáum hann þannig að, fáum hann í B-side. Svo kemur hann bara og pakkar. Ég ætla ekki að hérna að pakka hann, hann rotar hann í 10. lótu. Er þetta 12 út borta? Ég held að þessi skadi sem 10 lótu bara. Það er að þetta er eitthvað vesinn sko, menn eru fannir að heimta svo mikið laun í boxi í dag. Ég held að þessi komið upp í sko 1000 eurur per lótu. Þannig að þú veist, ef þú farið inn einhvern B-side gæja, þá vill hann bara fá 150.000 fyrir hverja lótu sem þú ætlar að láta hann berast. Sko, ef þetta er laun sem ég er búið, þá er ég ekki 10 góða, sko. Já, er það samt? Af því þú ert Já, ég er alveg samanlega sko, ég held samt sko, þú veist, Kolli er alltaf svona, hann er alltaf að tala eitthvað svona stórt, skilur við mig, heldur að ég get ekki tekið hann niður. Hann heldur út á margt sko. En þetta er 8 lótu bara það. Heldur þú getur tekið þetta? Að ég get ekki Kolla niður? Já. Ég er bara hlaupa á vegg, sko. Já, það er alveg líklegt sko. En þú veist, ég vil ekki meiða hann sko. Það er skemmtilegt. Já, Kolli lagði til sko, minn mig, 5 lótu grappling mat. Það sem í 2,5 mínútum mætti ég reyna að taka hann niður og hann mætti bara verja sig. Og í seinni 2,5 mínútuna þá mætti hann gera eitthvað á móti. Hann var full viss að hann myndi vinna þetta. Áfengi bara grafn, báðir, reyna áfengi á byrjun. Já, og hvort að ég geti eitthvað að tekið hann niður og eitthvað. Já. Ég var það sjálf. Maðurinn er alltaf, sko, Kolli er mjög fitt í dag. Hann er í dundurformi. Bumbað hefur. Nei, þetta er bara athlete heavyweight, sko. Þannig að, þú veist, það er alveg erfið, sko. En, þú veist, það er 101 aðfull til að höggva tré, sko. Þetta er ekkert haflókið, sko. Ég líka bara, þú veist, ég get alltaf vafið mig bara utan um lappirnar á honum og eitthvað skemmtilegt, sko. Ég, Það er að sjá það hílhugga að kolla. og í hvað var illa gert, maður. Þú brugst fótinn að box-prospekti landsins. Það var ekki geðveikt. En það er ekki búið að tilkynna bara það, en þetta verður þarna í, sko, ég ætla að reyna að byrja þetta fram. En þetta er í Oulu Kampailikuklubi. Nice. Já. Það hljómar eins og Dream Destination. Fuck Mallorca, fuck Tenerife, Oulu Kampailikuklubi. It's always sunny in Oulu. Ég held að segja sko 10 klukkutíma ferðalag þangað. Eftir þið lendið? Ég er ekki viss hvort að segja að reikna flugi með eða hvað sko. En þetta er alveg svona freka norðarlega í Finnlandi sko. Þannig að hérna... Er það bara sleðahundar röstum veginn? Við gruna það. Og við kannski að veiða eitt hreindýr í leiðinni þegar bara að hafa eitthvað að borða sko. En það er alveg að frétta sko. Já, það er Starkjöld og Mjölnir bara á Ballarína. Já. Það sem að vonandi mun Viktor taka pro debut, Logi fyrir title fight og var verið að tilkynna bara í dag að Feykir Veigar er að taka debut sig. Mjög spennt fyrir að sjá hann. Já, ég er sammála. Ég held að það getur orðið rosalega skemmtilegt. Þannig að allavega, þú veist, það er brjálægt að gera í nóvember. Þú veist, við erum að tala um sko fyrsta íslenska MMA-kvöldið, 15. Og saman dag á Icebox. Saman dag á Icebox. Það var double header þegar Mjölnir og Kolli berjast á saman degi. Það áttur að vera partí í míningarna þá með Kolla á einum skjánum og Mjölnir á hinum. Já. Það var svakalegt. Það var svakalegt. Kannski með maður fréttir streymið í Finnlandi, það verður ekkert streym. Það verður eitthvað heilt það verður streym. Ég gerir bara ráð fyrir að vera streymi, sko. Annars þurfum við að fá hérna... Þú veist bara að fá... Það var spurning hvort að þú farir Já, hvernig á við gerum Ballarína á eitthvað. Já, ég sá svona fyrir mér einmitt
þú færi til Finnlands, ég færi þarna á Ballarina. Always on in Kampala Kulubi. Það var gott í Wolverhampton eða Northampton, hvert sem þú fara. Birmingham. Nei, alveg. Mér veit Birmingham. Eftir að horfa á Peaky Blinders. Já, það er það. Já, ég er með sko, alltaf þegar Staffordjam eða eitthvað, þá mæti ég svona í Peaky Blinders átfittunum mínu. Allir bara, þú er svona Peaky Blinders, ég bara, Peaky fucking Blinders. Og verið að lána með svona sixpensar. Nei. Þú getur bara keypt þér í Birmingham. Já, en þannig að Ballarina verður geggja sjó hjá hérna vinastökunum. Geðveikt. Þannig að það er Svo alveg... bara helgina eftir það. Þá var bara hérna Kate Steele. Já, þá er hérna Kate Steele Desmond, já. Já, 7. desember. Það var nóg framdann. Já. Það var fullt í bingarnum. Já, 100%. Nennir maður heim í millitíðinni, ef maður er í Finnlandi eða eitthvað. Kannski þú verður bara í Breitlandi allan tíma. Já, meinar. Ef að hittast einhvers þar í, þú veist, Slóveníu eða eitthvað. Eða ekki. Já, það er spurning. Ég er með brjála vinnuprogram sko, ég er að fara að vinna 200% vinnu í desember. Já, ég er líka með. Ég held svo sem. Já, ekki með einhverja hunda og einhverja kettlingar. Einhverja kettlingar, já. Það er sem minna þeim samt. Já, það er alltaf viður að það er samt. Já, Fara með þær út að labba og skoða sólsetrið og eitthvað. tínu upp eftir þér. Við þurfum að hafa þessa þætti miklu fyrr þannig að við séum ekki í einhverju móki, hérna bara eitthvað svona rakka niður konur og feministaði. En, gjörsamlega geðveikt. Þannig að þú veist, það er brjála prógram framöndan. Og ég held sko að þó svo að það sé hérna Glacier Fight Night 15. og fullt af Reykjavík M-strákum að keppa þar, að þá er samt skilur svona lengra komna keppnisliðið. Þeir eru að fara á Kate Steele. Það er ekkert búið að kynna neitt þar, veist þú, ert þú með einhverjum svona innanbúðar upplýsingar sem þú mátt leka hérna til mín og svona? Nei. Ég bara ræddi það ekki nógu vel. En ég veit hann svona, þú veist, við erum að tala um skrifin eins og Jóhann Salínas verður held ég. Nice. Hvort að Aron Kef, Nice. nei, annarkvort Aron Lefa Aron Kef. Og svo sagði Bjarki sko, hann sagði alltaf Ari, en hann sagði Ari bæði Kate Steele og á Glacier. Þannig, en gefið að Ari er komin á Glacier, þá held ég að með það. Hvort að Hérashenko Ernest var á Kate Steele. Er hann ekki var hann ekki póstinum fyrir? Já, hann var á póstinum. Er það ekki? Jú. Já. En bara, ég er ekki alveg viss. En ég myndi Getur verið Johnny? Jú, ég hugsaði Johnny sko. Hann er búinn að vera duglur í ræktinu og svona. Ég er ekki alveg viss. En ég myndi allavega segja Sally. Já. You can count on the Sally. Ég elska Sally. Ég elska Sally best. Love that guy sko. Já, elska Sally. Herru, gegga, ef að segja hérna, ef að vinda okkur í UFC 321. Já. 3, 2, 1. Já maður, Tom Aspinall maður, ég er spennt að sjá hann. Ég var alveg að fatta það í dag út af því að einhvern veginn menn eru svona búin að forðast, þú veist, John Jones að forðast Tom Aspinall og svona menn að döppa hvern annan og Francis Ngannou það fór UFC og eitthvað og það var bara mikið af bardöfum sem það hefði viljað setja saman, þú veist, John Jones móti Francis Ngannou, John Jones móti Tom Aspinall, Tom Aspinall móti Francis Ngannou, en sko eini maður sem eru mætt þessum þremur er Cyril Gane. Hann er eini gæinn sem er búinn að fá þessi barda. Af því að það er allir bara nei, leið mér bara berjast Cyril Gane. Já. En samt svona respekt á Cyril Gane, hann er að taka þessu erfiðu bæta sem að, þú veist, ekki allir eru til í að taka. Þú veist, hann er bara að taka títur já, hann er að fæða tilbáta, en samt svona, þú veist, hann er gæinn sem að fer í alltaf þessa barda út af því að hinir big dogs eru ekkert meginn að forðast hvort annan, fattar þú? Já, það endur allt bara hjá Cyril Gane. Já, hann er samt alltaf bara svona, er þetta tilbáta? Þetta er bardaðina sem hann tapar. Nei, og ég hef ekki á. Ég ætla að leika í Bjúmund. Já. Herru, trivia spurning. Hvað er síðasta kvikmyndaverkið sem að Cyril Gane lék í? Hét það ekki bara eitthvað KO eða eitthvað? Nei, það er það síðast. Nú, hann búinn að gera eitthvað nýtt eftir það? Já, ok. Þetta er Den of Thieves, Pantera. Nú, ok. Ég er ekki alveg viss hvað það er. Er hann bara að leika á full? Já, hann er með, það er sko, það er 20 sem kemur út á þessu ári. Já, ok.
eða þessu sem kom út eða þessu. Þess vegna eitthvað svona, þú veist, Cyril Gahn bara að gera aðra hluti, sko. Önnur trivia spurning. Frá hvaða bæ Tom Aspinall? Hann frá allan Manchester area, en þú ert að tala nákvæmlega hvaða í Manchester. Já, nei, þú veist, hvað, þú veist, hann hometown. Já, þetta svona partur af Manchester, sko. Þetta svona partur af Greater Manchester, sko. Jaha. Já, hvað heitir þetta maður? Byrjar á S. Nei. Ekki? Nei, ok. Það rétt, já, þetta í Greater Manchester. Já. Þeir með fótboltafélag. Byrjar á H? Nei. Nei. Hversu tímbil er komni hérna hingi? Já, Byrjar á 200. Ekki það, Wrexham? Það Wrexham, nei, Wigan. Wigan? Já, ég að spila hengimann hérna í beinni útisningu. Það var glemdi því. Hann frá Wigan. Ég held þú væri með hann. En já, það rétt. Já, ég þurfti sko að googla, Wigan is part of Greater Manchester og Google var bara, ég skrifaði það sko, is Wigan og Google bara part of Greater Manchester. Heldur betur, Lúrið. Gaman að þessu, en já, hvað, þú veist, Cyril Gahn að fara að gera eitthvað í þessum bardaga? Nei, sérstaklega sko, Tom Aspinall múið að fá einhvern glory kickboxara til að vinna óslega mikið með sér í þessu kampi, sko. Glory Man United? En þannig að, þú veist, ég held að hann sé svolítið búinn að cross the T's og dot the I's, sko, hvað var það strikingið, sko. Fyrir hann bardaga, sko. Og þú veist, ég veit hann alltaf að fara að vinna hann, þú veist, þegar kemur á glíminu, sko. Já. Þannig að hann sem Ganu, sko, segir hann í glíminu. Já, Francis Ngannou reyndar tók alveg mikið stökk fram á því í glíminu sinni fyrir hann bardaga, sko. Þá sá maður svona, wow, hann búinn að læra hlut. Já, hann bara hlugist blóðbelti. Já, ég held að Tom Aspinall sé bara að fara að stúta honum, sko. Já. Hann mun, þú veist, standa eitthvað að stræka með hann þannig að, þú veist, svo mun hann skjóta í fellu og Cyril Gahn mun ekki bara won't know what hit him, sko. Já. Og svo mun þetta bara vera ground and pound í konunum, sko. Já, ég held að. Ég hef samt alveg svona tilfinningunni að þetta fara alveg fram yfir fyrstu lótu. Þú veist, ég sé þetta ekki fyrir mér að, þú veist, þessi bardagi verður bara, þetta verður svona, þú veist, eitthvað svona algjört rúst. Ég held að gæti samt alveg gerst, sko. Þú veist, hver hefur rotað Cyril Gahn? Já, þú veist, John Jones tók hann út mjög snemma, rotaði hann ekki, en já, ég veit ekki. En núna, þú veist, hann búinn að leika, skilurðu. Ég held að sé ekki með neitt svona work in progress núna. Allt sem hann búinn að vera að leika í, komið út. Ég held að sé aðeins meira fókus núna. Á sama tíma, hann tapaði á móti Volkov og vissi það sjálfur, sko. Já, menn það var splitt. Já. Og já, Volkov í rauninu vann að barða. Ég held að segja 99% af heiminum samfælt að Volkov var unni barða gegn Cyril Gahn. Og Cyril Gahn var alveg bara svona vandrarlegur inni, bara svona takk fyrir sigurinn. Og hann ætlaði ekki einu svona mæta í viðtal. Hann ætlaði að labba í burtu. Og vildi geta viðtal, sko. Þannig að hann megin að tapa þeim barða. Þannig að þú veist, já, ég sé fyrir mér að Tom Aspinall getur unnastandandi, grapplandi og sitjandi. Ég bara sé ekki hvernig Cyril Gahn vinnur hann að barða, nema náttúrulega bara eitthvað, þú veist. Já, það bara að lenda fullkominu höggi, áður en að Aspinall hittir góða höggi hann. Einmitt. Þannig að það svona styrka bát, það eina. Og það svona einhvern veginn. Já. En ég sé samt ekki fyrir mér að Tom Aspinall róta, sko. Ekki? Ég held að vera ground and pound rótök. Já, en myndir ekki sökku alltaf bara eitthvað guillotine eða rear naked eða eitthvað? Það var það sem auðvitað. Vá. Þú veist, ég held að muni byrja að kýla og ef það er ekki að ganga, þá mun hann kannski reyna að segja eitthvað submission, sko. En ég held bara að hann taka hann niður og byrja að rigna ground and poundi sama þó það sé bara úr gard eða hvort hann ná einhverju betri stöðu. Ég held bara að hann sé að fara að kýla hann og Cyril Gahn ekki eftir að ráða við þetta, sko. Nei. Já, það getur verið þér. Viltu líka sko bara svona hættan, þú veist, ég veit ekki hvort að Tom Aspinall sé eitthvað svona skjóti eitthvað double legs eða eitthvað, sko, hvað það sem hann stíl. Ég sé hann eiginlega frekar fyrir mér að droppa hann og elta hann frá niður, sko. Já, ég er eiginlega sammálaður það, sko. Eða svona keyra hann upp í búrið og svona vinna hann eitthvað þannig niður, sko.
En mér finnst líka bara svona hætturnar bak við allt þetta, skilur við, það má ekki bakka mikið við búrið, en þá getur hann klestur og bara svona niður. Mér finnst svona eins og bara Tom Aspinall sé bara betur en hann á öllum sviðum. Já. Og það mun einhvern veginn haftar Cyril Gahn svo mikið. Ég held að Cyril Gahn gæti mögulega verið ágætur í bara svona einhverju boxing range, svona kickboxing range, en alltaf að sörkla. Alltaf einhvern veginn á hjólinu að fara í hring. Það hlýtur að vera gameplan það. Já. Og þú veist, eitthvað svona poppa jabbið og eitthvað. Þannig að svona, ef við Cyril Gahn minnur hann bara það, þá væri það virkilega bara svona the greatest upset in heavyweight history, skilju. En þetta er þriðja skipt sem hann fær að reyna við titilinn. Ekki svona allt eftir strendur? Já, ég held að hann bara fokkað upp, sko. En verður hann laughingstock ef að þú búinn að fá þrjú titil? Nei, ég meina bara þrjútillega bardagar, fattur? Þú veist, hann er bara, þú veist, the next best thing í heavyweight í dag, fattur? Það er ekki mikið að frétta á hann. Það er bara ekki mikið að frétta á hann. Þannig að, erum við báðir sammála Aspinall? Já, ég hugsa ég setja á... Ég ætla að segja round 2 finish. Það var rétt lifir af fyrstu lóti og var hann kláraði. Hvað segir Coolbet, veistu þú? Herri, það er góð spurning. Ég opnaði dæmitina á hann. Nei, ég opnaði bara Coolbet en opnaði eftir að opna UFC. Amateur. Já. Herri, maður sjá, hérna er þetta einhvers vegar það er 1.26 og Tom Aspinall 4.05 á Cyril Gahn. Já, þetta eru tölur sem make sense fyrir mér, sko. Já. Það er ekkert sexy, sko. Þú veist, ég myndi ekki taka Cyril Gahn sem underdog. Ég myndi örugglega slappa Tom Aspinall á ágætt parlay. Já, en sko, ég sá fyrir mér MMA frétta parlayið yrði Tom Aspinall, Umar og Virna. Þú ert náttúrulega með bónir yfir Mackenzie Dern, veit ég. Sko, ég er með svona kenningu varðandi, sko, ég er með svona gay test. Ert þú með bónir yfir Mackenzie Dern? Af hverju þú fann að spila þessu reverse Uno-kart á mig, sko. Þegar þú spilaði bara straight up. Mér finnst Mackenzie Dern alveg svolítið sætt í gínu sínu, sko. Ok, en ertu með bónir? Nei. Já, það var ég svona 89% viss þú setið samkynniður. Eða allan að bæ. Ég er með bónir yfir Virnu. Nei. Það er sko, ég fyrir alltaf að hlæja. Þetta er svo ljótt, sko. Ég fyrir svo ofta að hlæja þegar ég sé myndir af henni að hún minnir mig svo mikið á Snapchat-filterinn. Já. Að það með augun. Og ég er alltaf bara, ég geti þetta ekki, sko. En, sko, við þurftum að vera, sko, við þurftum að setja svona könnun. Getum við sett svona könnun inn á 50 lótuspjallið, svona, ertu með bónir með Mackenzie Dern? Því ég held, sko, hún sé komið með fake titties. Jaha. Já. Það getur nú ekki hjálpað henni í búrinu. Nei, kannski ég er að skera þyngd líka. Mér finnst mjög fyndið það að stelpurnar eru sko gagnrýndar fyrir því eitthvað svona, hvað ertu að fá þig fake titties þegar þú ert bara að skera niður svona mörg kíló og eitthvað. Ætli það sé game changer í smöðurtjókinu? Ég veit það ekki, en ef við ætlum að komast að því, bara I volunteer as tribute. Hún er alltaf mjög sætt í gínu sinu, rétt. Hún er líka bara mjög sætt, almennt. En ég held hún taki, sko, þetta er ekki bara tíma. Þetta er ekki bara tímagreining, sko. En ég held hún taki hennar bara það. Hvað er söpana? Hún gæti söpana, ég held hún geti líka bara allt strækað hana. Virna Jendrópa er ekki góð strækjar. Nei, kannski ekki. Hún hefur nefnilega svolítið verið að sko vinna með það, wrestlefokka stelpur. En svo bara hérna, ef þú ert svona með ágætlega gott takedown defense, að þá er hún að tapa á móti strækjum. Tapa á móti Amadripas. Tapa á móti náttúrulega Mackenzie Dern, hvað, 2020 eða eitthvað? Já. Við erum aðeins að fletta upp, svo ég sé ekki að... Já, 2020. Já. 12. desember. Einmitt. Þannig að þú veist, hún hefur alveg verið að tapa á móti, þú veist, Carla Esparza í debutinu sinni. Það er mjög fyrirgefanlegt, sko. Það er mjög algengt bara að tapa debutinu sinni, þú veist. 100%. Þannig að svona, ég er svona eitthvað, já. Þú veist, hún er flottur hönnið, maður er búin að vinna núna eitthvað 5 í röð. Angela Hill, Marina Rodríguez, Lupita Godínez, Amanda Lemos og Jan Sjáman. Þetta er geggja rekord. Já, en þú veist, þú getur wrestlefokka allar þessar stelpur. Það er svona máli. Hvað ætlar að gera? Ætlar að glíma við Mackenzie Dern? Ætlar að fara á wrestlefokkana og ná henni niður í gólfið? Já. Eða það? Já, af því. Bara, af hverju ekki? Bara að gera þetta eitthvað svolítið svona dirty og, þú veist, hérna, komin upp í búrið og reyna svolítið að bara kýlna þar og hnúast eitthvað inni.
Já. Frekar en að lenda í gardinuna, sko. Já, mögulega. Já, ég veit ekki, ég á erfitt með að ímynda mér Mackenzie Dern samt söfla vinnu. Þú veist, vinna bara eitthvað svo sterk og hraust. Sterk og hraust. Já. Já. Mér finnst þessi Dörn líka alveg sterk og hraust. Já, mér finnst það eitthvað svona, það er einhver meiri þykkt í þessum vöðum í vinnu, þessi. Já, svona vírsterk. Já. Já, getur verið. Og svona manneska sem er erfitt að söfla þessi, sko. En mér finnst svona að gefa þetta sé svona strawweight beltisbardaginn og þessar tvær stelpur að berjast. Veist það svona, þetta er svona, það er svona, sé ekkert í þessari deild. Veist, þær tvær eiga ekki verið að berjast upp titil. Nei. En hún, sko, Virna, hún hefur aldrei verið söfluð, sko. Hún hefur bara tapað á decision, sko. Ég einhvern veginn sé ekki alveg fyrir mig að Mackenzie vinni þetta á einhverjum decision, sko. Nei, af hverju? Ég veit ekki, bara það er svo mikið hennar vinnu að grænt út einhverja decision sigra, sko. Já, en það, þú veist, Mackenzie Dern vinnur vinnu á decision þegar hann mætist uppnáðlega. Já, en þá var Virna ekkert svona góð. Ég vissi ekki hver Virna var á þeim tíma, sko. Vissi enginn hver hún var. Nei, nákvæmlega. Núna er hún bara okkur geggjuð renni. Ég hef mikla trú á Virnu, sko. Ég held að hún sé að fara þetta. Já. Kannski ég er bara eins og Sjón Strickland, ég held alltaf með ljóti Já, ég gæti alveg verið blindar á fjögur, sko. Já. Þú veist, mér finnst, ég hef bara síðan þetta podcast byrjaði, sko. Já, en þú segir eitthvað, ok, þú veist, hún vann hana fyrir 5 árum eitthvað. En, þú veist, í mildtíðinni, þá, þú veist, það mættu báðar Amanda Lemos á svipuðum tíma. Virna vann Amanda Lemos á meðan að Mackenzie Dern tapaði á móti Amanda Lemos. Og Jan Sjánan, Mackenzie Dern tapaði á mótinu, Virna vann hana. Þú veist, og Marina Rodríguez með þessa líka. Þú veist, þannig að hún er búin að vinna þessar gellur sem hafa verið að vinna Mackenzie Dern, sko. Ok, það er punktur. En sko, Mackenzie Dern vann Amanda Ribas síðast og Lupi Godinez þar undan. En hún, sko, hennar akkilísahæll hefur alltaf verið strækingið. Og mér minnið á móti Amanda Ribas að hún hefði verið bara frekar góð í stræking. Já, það er rétt. Það var bara, þú veist, það var miklu meira krisp, skilur. Þannig að hún er klárlega búin að vera, þú veist, vinna í því sem hefur svona vanhagast, sko. Þannig að, en ég veit ekki, hvað segir Coolbet? Coolbet með Mackenzie Dern sem favorite, sko. Já. 1.60, 24 og 2.40 á Virna. Já, mér finnst Virna fucking sexy undir, sko. Það er ekkert aðeins bettis, fyrir 2.40. Það er ekkert því að þetta er basically, ég myndi að þetta væri coin flip. Já. Þú veist, ég myndi aldrei setja hann bara á eitthvað parlay eða eitthvað svoleiðis. Veist ég ekki verið það öruggur, en ef ég væri svona, segjum þessu svo, að ég væri með podcast og var alltaf svona að fara vikulega og gera svona mínar hugmyndir hver vinnu hvaða barða, þá setja ég hérna sigur á Mackenzie Dern, en ég myndi ekki setja pening á það. Nei, ég skil. Ég myndi frekar tippa á vinnu, en ég er svona frekar sannfærður Mackenzie Dern, að þú veist, ég held hún sé bara betri strækjar, og ef Jandiroba ætlar að glíma við Mackenzie Dern, það ertu alltaf bara, þú veist, því lengra sem þú svona dregur þig inn í glímusennuna á móti Mackenzie Dern, því meira ferðu á hennar heimavöll, sem er ekki caseið eins og þegar Jandiroba vinnur Amanda Lemos, bara wrestlefokkaði hana og Amanda Lemos er bara, þú veist, hvað er að gerast, skilju, ég hef ekki séns hérna. Og við sögðum það líka, ég mani, fyrir frambarða, að hún myndi bara gera það og Amanda Lemos væri bara lost, og sem var klárlega caseið. Þannig ég veit ekki nákvæmlega, skilju, hvar vinna Jandiroba á að vinna hana barða 100%. Nefnum bara svona haldinu við búrið og bara svona, hei, ég er að vinna á control time. En þú getur ekki farið með henni í gólfið. Og ég held að Jandiroba get ekki staðið á mótinni með ákveðni Mackenzie Dern í þetta. Ég er hættu við, ég hugsi ég seti pening á það. Já, setið pening á Mackenzie Dern. Já, 1.60. Það er alveg bara fínt á einhverjum parum. Já. Já, ég held að þetta sé vinna, sko. Já, ef ekki bara, ef að veðja. Ef að veðja okkar á milli. Þið langar alltaf að veðja svona við mig þegar þú ert með svona strong favorite í hafði. Þegiðu! Er það ekki að stáða þig? Nei, manstu, við töpum einu sinni þegar ég sagði Pitbull og þú sagði Hingæi og það var sko 3.40 á Pitbull. Já. Þannig að ekki þú reyna eitthvað svona kjaftaði á mig. Hold on, þú veist, rólu, hvað ekki. Ég má vera favorite einu sinni. Til í það. Upp á hvað? Ég segi að
sá sem tapar, Borða pulsur. borðapulsur, við gerum ekkert samning við bæjarins bestu og sá sem tapar þarf að fara á orkuna hérna upp á Vesturlandsvegi og við erum þar í 24 tíma og skafa af 1 klukkutíma fyrir hverja pulsu. Þetta svo, þú veist, I got shit to do, sko. Borðaði bara pulsuna? Já, maður þarf ekki borða 24 pulsur og það maður er góð. Það vartu átt. Þetta er stránkæðilegt. Þú getur ekki sett neyður. Já, ok. Vippum upp ykkur Ég myndavél. er eitthvað að reyna að missa kíló. Missa kíló? Mhm. Hvað ertu búin að vera lengi að reyna að missa kíló? Þú ert ekki að fara að bæta á þig einhverjum 80 kíló á 24 pulsum. Nei. Ef að spyrja Google Hvað? hvað 24 pulsur eru þungar. How many calories Já, ok, gerum það bara. okay, in 24 Ég held ég fari bara auðvitað með 24 pulsur. Ég var aðeins að reikna hérna. Mm. Ef við erum að miða við sko 120 kaloríur sem 24. Við erum að tala um Við erum að tala um kannski svona 2880 kaloríur. 2880 kaloríur. Já. Það er nú bara basic dagur, er það ekki? Jú, það er svona réttur rúmur dagur Já. af af pulsum. Já. Ok. Það er ekki bara sanngjarnt? Jó. Samþykk. Það er bara hannig. Það er bara þannig. Ég segi Mikael Stöðun, þú segir Gender Rópa Gender Rópa. og við hljótum að geta fengið bara gjafir upp á nokkra pulsur. Og ég veit að það er bæjarins bestu upp á Vesturlandsvegi á orkunni og það er opið 24/7. Ég er hendur ekki viss bæjarins bestu sé opið 24/7. Þannig að þú verður bara að gúffa í þig að Ég held að sko, ef ég tap þessu betti, þá er ég bara þurfa að vera vandrað eftir hvað þetta áttur að vera auðvelt fyrir mig, sko. Ég get fucking getið, sko. Það hefur aldrei verið vandamál fyrir mig, sko. Já. Þannig að ég held ég getið bara 24 pulsur, bara já, bara erum við eitthvað smá auka sinnep. Við getum alltaf bara sett í eitthvað svona sinnepsstraff, sko. Ég ætla að mæta svona klukkutíma undan þér og það fá eina pulsu með öllu sinnepinni. Og svo bara, takk, og bara enda í ruslið. Og þá ert þú bara í eitthvað svona synapse-drought til í það að vera það geggja því við erum ennþá eftir að fara ég er ennþá eftir að skrifa uppistandi sem þú ættir að flytja á. Ég er bara að bíða eftir að... Það var blindbætt. Nei, það er alveg go-to party í slag. Ég er ógeðslega spenntur, ég er bara að bíða eftir að við höfum Bandaríkina, sækjum alveg myndavélar, svo fyrir við niður í bæ og þá getum við mækað þig, skotið þetta fallega, zoomað inn svona flott og við erum með myndir af krátinu og svona. Ég var með ég var bara munið það núna að mig langaði að veðja upp á sko og myndi gera content út úr því að þú veist, þú þurft að setjast inn á einhverjum manneski bara á einhverjum bekka eitthvað í bæ og byrja bara að borða taka upp, já, eða þú veist, eða bara sítrónu, bara heila sítrónu og þú var bara að borða hana alla og allan börkin og allt bara. Já. Sko Það var fyndið að gera þetta í flugvél, það er svona svolítið að fljúa eitthvað, sko. Já. Bara hliðin á einhverju, bara þess með myndið að lága, bara Ég hef séð Instagram-rásina sem þú fylgir, sko. Ég vissi svo nákvæmlega hvað það var að segja, sko. Við getum tekið þetta í næsta veðmáli og átta inni fyrir næsta flug. Og bara hvor gerir það. En ég hef séð sko bæði þegar gæinn sko borðar heilan engifer, heilan lauk og heila sítrónu. Ég held að laukurinn sé viðbjóður. Hann er bara grenjandi, skilurðu. Og gæinn hliðina á honum er líka bara að grenja. Shit. Ég sá líka eitthvað vídeo þar sem gaur mætti bara með 12 egg Já. og svo bara byrjaði bara að borða egg. Já, bara skurnin með öllu. Ég var á egg og bara borða alltaf egg í bakkan, sko. Og gera eitthvað af þessu, sko. Já, þetta er hræðilegt. Það sem það gerir ekki, skilur við, fyrir athygli og smá content. Og ef þið getur sko læka vídeo mitt, það var læka. Sé hvað það fyndið. Herru, svo var ég að glemma því að Mackenzie Dern, hún grappla á móti Fibjón Davies á CGI 1. Já, ég bara veit ekki alveg hver það er, sko, það er að afsaka fáfræði mína. Veistu ekki hver Fibjón Davies er? Nei. Gekka, takk. Ég var tíma rosa mikið að æfa gard á þessum tíma
og ég bara, herri, hver á að kenna mig guard? Ffion Davies var minn instructional og það var geðveikt. Það var svo gott bara eitthvað svona, maður lendir í guard og maður svo, Ffion Davies, hún kendi mér allt. Já. Hún snillingur. The Honey Badger. Hún kallar það. Jaha, já. Hún 1-0 sem prófið MMA. Jaha, já, gett. Hvað bara náttúrulega? Og hverjar? Ég veit það ekki, þetta bara grappling sko, ég sé það bara stendur, hún barðist í Makto Championships, vann með Grandam hóndi fyrst móti Fruzina Nagi. Fruzina Nagi? Hvernig var það? Þetta var 2015. Já, ok, hún hefur ákveðið að elta það ekkert meira. Nei. Já, ok, það er gaman að þetta. Makto Championship í Milton Keynes, Englandi, þangað hef ég komið. Já. Það var bærin sem ég var þarna fór í gegnum, ég sá ekki einu hvíta mannsík. Já. Það var mjög skrítið. Já. Það var eins og bara... Það er sem bara Bretland í dag, sko. Já. En samt svona ándjók bara ekki ein hvít mannskap. Já. Ég fór þarna bara tók strætó gegnum allan bæinn og veist var á einhver strætóstoppistöðu og svo lestastöðu og fór gegnum allan bæinn fullt af fólki koma inn og út úr strætónum og eitthvað og bara ekki ein hvít mannskap. Það var bara eins og maður væri einhverstaðar í Afríku, Asíu eða eitthvað. Já. Það var mjög skrítið. Ég var myndið að hugsa Bretland, sko, þegar núna finnst mér Bretland ekkert merkilegt, sko. Ég var bara svona, eins og þú veist, maður fer til London og ég gisti eitt mann í hérna Wembley-hverfinu og það var einmitt bara eini hvít maðurinn sem ég hitti var Úkraínumaður sem var að leiða mér. Hitt var bara allt Indverjar. Og maður er svona, af hverju fer maður ekki bara til Indlands? Þú veist, það er einhvern veginn sami kúltúr nema þú fær veðrið og svona meira svona áhugaverðari menningu, sko. En þetta er rosa mikið bara, þetta er eitthvað svona innflytjandi nýlenda Bretland í dag. Eins og sómalski leigubílstjórinn sem við fengum að fara með í Manchester, hann var að segja bara enska þjóðin er bara að deyja út. Já. Af því að innflytjandinn er að fjölga sér svo hratt og englendingarnir fjölga sér svo lítið. Já. Þannig að bara á okkar ævi munum við bara sjá enska þjóðin deyja út. Það er mjög skrítið, sko. Það verður mjög áhugavert að horfa til Bretlands eftir svona bara, næstu 20 ár. Bara hvað er að gerast í þessu landi, sko. Já. Það er bara... Sérstaklega allt núna er bara komið bara carbon, bara hacks og eitthvað svona, veist. Það er bara að þú borðar einhver samloku og það bara verður ekkert að borða það daginn eftir. Já, það bara hefur búið, hefur fæst þetta 2 bacon. Já. Bara einmitt, þegar þú fáið þetta digital ID dæmi, sko. Já. Bara, já, þú fæst svona 3 bacon sem í dag og það styrir bara að borða pöttur eftir þetta. Það eru carbon neutral. Já, og bara ef þú tekur eitthvað eitt flug eitthvað til einhvers staðar í Evrópu og tilbaka, þá ertu bara búin að nota bara, þú veist, carbon skammtiðin bara. Já, bara út árið bara, það er ekkert bacon. Sé ekki hvað þú ruglað. Herru, áhugavert, þetta var pólitíski áráðarþátturinn 15. Nótan. Við förum yfir í Umar Nurmagomedov á móti Mario Bautista. Þetta er skemmtileg barndagi, sko. Ég held að Mario Bautista sé alveg svona lifandi hundur, sko. Ég held það líka. Og að, þú veist, að það ekki verið að gefa hann mikið sens en að kúlbæði, sko, 4,4. Hann er biggest underdog on the card líka við, sko, það er 1 sem er með betur stöður. Já, við sem alveg klikkað að sko Mario Bautista er biggest underdog á kartinu. Það er sko, það er hægt að segja Umar Nurmagomedov. Hann er alveg það. He gets clipped, sko. En það var meira að pakka á hann, sko. Lét Umar liti útverð bara eins og hann kynni ekkert í glímu. Og svo gleymist að Beksat Almakhan var að debúa móti Umar, Kazakhstani, og var næstu bara að róta hann í fyrsta lúk. En tapaði svo fyrir hann bara eiginlega í glímu. Og Cory Sandhagen eiginlega tapaði líka fyrir hann í glímu. Þannig ég held að þetta er alveg svona partæði sem á skoða. Þannig að það er alveg svona spurning hvernig hann kemur tilbaka og svona. Þú veist, hann Umar. En þú veist, ég efast ekkert að hann vinni hennar barndagi. Það var ekki talað eitthvað að hann var eitthvað meiddur komandi inn í törnbælinn. Jú, það getur verið. Minnir að hafa verið eitthvað smá að. Já, myndi maður ekki, það er náttúrulega alltaf eitthvað. Og allir aðri fættir myndur að segja bara, þú veist, það er alltaf eitthvað. Þú veist, þú ert aldrei heill. Þú ert aldrei 100%. Sem ég tengi alveg við, sko, ég er aldrei 100%. Þú veist, ég er farin að taka í spaðan á fólki og það bara, þú veist, brakar í hendunum, sko. Þú veist, og maður er svona, það er maður við. Gaman að því samt, en ég veit ekki, þú veist, myndi maður setja Umar á eitthvað parallega? Já, ég hugsaði alveg, sko, en ég veit ekki, Mario Bautista, mér finnst það samt lifandi hundur, sko. Ég get alveg, þú veist, ég get alveg séð fyrir mér að Mario Bautista finnir leið til að halda þessu standandi og ég held að séu bara mjög svipaði strækjarar.
Þetta Umar sé kannski með aðeins betri glímu, en ég meina Mario Bautista með geggjaða glímu líka. Þannig að glíman gæti núllast út og þeir stræka bara sko. Já. Og þú veist, þá bara á Mario Bautista fullt erindi í það sko. Já, ekki Mario Bautista líka svona agalegu legg-kicka í? Jú. Líka með næstu legg-kicks. Góð legg-kicks og bara með góð glímu, bæði offensively og defensively. Já, það er svolítið síðan ég hef pælt almennilega í Mario Bautista. Hann ætla að pakka saman Patty Mix. Já. En þú veist, levelið. Þetta góðir síðustu sigur, þannig að Jose Aldo sem var náttúrulega leiðilegu bardagi. Fyrir það var hann Ricky Simon, vann Demon Blackshear. Þeir eru góð nöfn sem er búin að vera að taka. Sko. Og hann er líka alveg svona guður sem að setur upp gameplan og hann er smart fighter. Sko. Já, einmitt. Og hann er sama út af bardaginn sem leiðilegur og ég minna að hata hann heila allir. Já. En þú veist, he gets the job done, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég... Já, kannski vitlaust að setja Umar og Parley, sko. Já. Ég hugsaði það, sko, þú setja Umar og Parley, það var alveg svona eitthvað sem ég hafði í huga, sko. En svo bara svona, þú veist, hvað stuðlarnir, það er svo mikið, þú veist, ef þetta væri meira nær 50-50, þá væri ég eitthvað graðar í að setja Umar og Parley, sko. Já. En, þú veist, mér langar bara að setja Single og Bautista, sko. Já, ég myndi spila það saman, sko. Ég svona veit ekki, ég verði að segja að Umar vinnir hennar bardaga, sko. Ég held að sé ekkert, ég held að það ekkert, hann er búinn að taka pásu og svona örugglega miklu heillir en hann var, sko. Hann er hæfileikaríkur. Nú man ég ekki, hvað er búinn marga bardaga í UFC? Umar? Já, alveg slatta það ekki. Það er þess að 7. Já. 8. Einmitt. Og bara, búinn að strauja þessa gæða, sko. Allan með mér. Já, engin skömm í því. Þannig að svona... Já, Umar ætti að taka. Umar tekur þetta. Já, ég held að. Hjarta mitt segir samt, Mario. Já. Þetta var alltaf stærsti sigur bara á ferðinum hans Mario Bautista. Og þess myndi alveg svona, ef Mario Bautista vinnur hann bardaga. Þá er hann að fara í title shot mest. Já, eða ekki? Jú. Bara 100%? Já, held á. Og þú veist, ef Umar fyrir title shot, þá var mér svona, mér er bara að fara að strauja þig, sko. Við erum það saman með Bautista, sko. Kannski ekki. Jú. Kannski Mario Bautista gæði sem mun vinna nöfn. Já, kannski. Já, hann langar svo að hafa fyrir eftir mér í öllu kartinu, sko. Ég segi Maður verður að segja. Maður verður að segja. Já, það er ekki hægt á. Herri, ég þá Tom McKenzie, Umar Nurmagomedov, Alexander Volkov, á móti Jailton Almeida. Ég segi Almeida. Striker vs. Grappler. Almeida? Já. Ég svolítið að hallast það að Volkov. Já. Hann er búinn að vera segur, sko. Hann arguably vann Silgan og ég stend við það að Jailton Almeida finnst ekki gott að láta kýla sig hann. Nei, hann er samt, Jailton Almeida er samt, þú veist, búinn að eiga flótta frammistöðu undanfarið, sko. Já, hann sko, hann hafði engan séns á móti Curtis Blade á sínum tíma, það sem mjög óþægilegt. Alexander Romanov, þú veist, hann er ekki einu svona pulsuvatninu, sko, hann er pulsuvatnið. Já, þú veist, Romanov er samt alveg segur, þá hann sé bara eitthvað spekfeitur og ógstur. Alexander Romanov? Já, Romanov hefur alveg sitt góða takta, sko, þá hann svona lúkki alltaf bara eins og hann sé bara nýkomin á pulsuvagnin. Eins og þú, eða ekki? Það er samt, mér finnst það sko að Alexander Romanov og Sergej Spivak báðir kláraðir í fyrstu lótu. Mér finnst það alveg bara mikið statement hjá hann, sko. Já. Ég held að hann reyni eitthvað tjóki Volkov. Já, það sem ég veist bara vera, það sem ég sé svolítið meira fyrir mig þarna, sko, er að að Volkov sé svona kannski aðeins betur í svona varnarglímu, þá Jailton Almeida bara, ef hann er í gólfið, það ertu fucked. Þú veist, þú ert fucked ef hann fer í gólfið. En bara Alexander Volkov, hann er svo langur og hann er alveg með knockout power, svona með að við, sko, þú veist, það ert ekki að passa þig, sko. Þannig að líður, sko, eins og að Jailton Almeida þurfi í rauninni, þú veist, hann þarf að vera svo langt í burtu til að skjóta. Og ég held að jabbið hans Volkov verði algjör lykil þáttur hérna. Og að Jailton Almeida sé ekki gæi sem hann nefnir að láta kýla sig mikið. Nei, þú hefur sagt þetta áður, sko. Já. Ég held hann sé að verða meiri fighter í sig, sko. Já. Já, ég held líka bara að Volkov, þú veist, hann er bara, þú veist, búinn að vera óslega flottur. Ég meina, þú veist, ok, arguably vann Cyril Gane og hefur ekki tapað fyrir það síðan, sko, á móti Tom Aspinall fyrir 3,5 ári. En hann hefur samt ekki mætt gaur með svona glímugeti eins og Almeida, sko. Nei. Ég held að sé verða á mikið fyrir hann, sko.
Ég held að það sé ekkert endilega hjálpum að hann sé svona langur og eitthvað. Ég held að það hjálpur bara Almeida, jafnvel. Það sé svona langur. Já. Sko, ef komandi í gólfið, þá já. Þá held ég að verði alveg... Þú veist, ég er líka bara upp á takedowninn og þyngdarpunktinn og allt það, sko. Þá held ég að það, þú veist, sé ekkert að hjálpa hvað hann er langur og eitthvað. Nei. Gæti náttúrulega verið að poppa jumpið og, þú veist, nýta lengdina sinna, sko. En ég sé fyrir mig samt bara að Almeida skjóti bara í eitthvað blast up og lóðan, sko. Eða ná að, þú veist, að pressinu fyrir búrinu og draga niður þar, sko. Hann finnur leiðilega að taka þetta í gólfið, sko. Hann sjókar hann út, ég er að segja það. Ég held að það verði svona, ég held að Volkov myndi gera þetta þreytandi og pirrandi fyrir Almeida og þau meira sem að dregur á barnaðan. En mér minnir líka að Almeida sé svona gæði sem gasar. Já, hann gerði það einhver tíman, manni eftir að hann hafa orðið þreytur. Og svona, en þú veist, til dæmis Almeida er svona alveg athlete, skiljum. Já. Þannig að það fyrir brasilísku fótboltamaður. Já, það? Já. Hann er alveg svona gæði sem að, þú veist, hann er alveg athlete, sko. En mér svona, ég hefði einhvern tilfinningur að ef þetta verður of erfitt að þá, þetta er ekki gæði sem að dregur djúpt, er svona digga dýp og svona vinnur gritt í barða. Hann vinnur fallega, þægilega barða. En mér finnst þú, ég held að þetta sé svona, þetta er barðan sem segir svona hversu góður Jelton Almeida er. Jelton Almeida er búinn að klára alla nema Derek Lewis. Og hvert sem lið. Já, þú veist, alla hérna sem hann vann, sko. Þá er hann, þú veist, hann er bara finishing machine, sko. Já. Hvað klikkaði hann með Derek Lewis? Derek Lewis bara neitar að tapa fyrir einhverju jiu-jitsu. Jiu-jitsu doesn't work. Hann var bara undir í mánti eitthvað, bara í, þú veist, þetta var 5 lótu barda eða ekki. Jú. Og, þú veist, og bara Almeida var bara með hann allan tíma, en Derek Lewis bara nei. Bara, þú veist, hann er bara það sterkur og nærði ekkert að einangra einhverja hendi og gera eitthvað, sko. Og það er bara, hann bara hélt sér örugum með þetta. Já. Og bara, já, það skýtaði bara decision, sko. Já, jú, það sé ekki rétt hér. Já, ég held mig við Volkov. Já, ég segi Almeida, veiða sítrónu. Það er 1 í viku, slakað á. Þú veist, grettaðir í þér, maður. Hvað, við þurfum að eiga eitthvað eftir. Þú ert ekki til í að taka underdoginn, heyri ég. Ég er ekki það mikill Volkov maður hérna, sko. Ég sé farin að hérna, ég ætla bara að éta heila sítrun í flugvél. Bara með börkinum. Já, bara allt saman, bara heil sítrun og bara Já, við finnst svo sústrast ógeðslegt. Já, getum við ekki bara gert það þannig? Þú trúir Volkov um það? Já. Lifandi hundur og allt það? Ef við ekki spara þetta þannig næstu viku. Ok. Jú. Svona... Já, þú verður búin að finna eitthvað góðan fyrir. Þetta er nú eitthvað meira pussy ass samsæðiskenning sem með í gangi hérna. Ég sé alltaf eitthvað að pikka ykkur favorites. Ok, Alexander Rakic, Amadi Asamat Musakanov. Sko, ég bara hef ekki hugmynd hvað mér á að finnast þetta, sko. Af því að Musakanov, bara ósigraður og, þú veist, finisher og allt það. Já. Alexander Rakic hefur barist að móti miklu betri gaur, en náttúrulega bara því litið negative momentum, bara 3 töp í röð og allt það. Og þú veist, Musakanov, hann hefur samt ekkert mælt neinum á svona háleðli, sko. Nei. Hann er búinn að klára alla nema Dustin Jacoby, sem er high level kickboxari. Alexander Rakic er alveg high level kickboxari. Ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvað mér á að finnast þetta, sko. Nei. Mér langar, ég held með Rakic, sko. Já. Maður heldur alltaf með góðum underdog, sko. Já, hann er ekkert eitthvað mikill underdog, hann verður ekki svona nokkur með hlut því. Það er 2 á Rakic, 1.85 á Musakanov. Sem ég skil bara vel, sko. Já. Já, ég veit ekki, mér langar að Rakic vinni, sko. Mér finnst Rakic skemmtilegur. Já. Þú veist, Musakanov, ég bara veit það ekki. Þú veist, Alonso Menifield og þú veist, Kobe, þú veist, það er alveg challenge þar, sko. Það eru góðir sigrar. Og við veist svona, Alonso Rakic einhvern veginn verður svona gæi sem að neitar að þróast í MMA. Þú veist, mér finnst svona einhvern veginn, var ekki Alonso Rakic sem tæpa á móti Dan Elkins? Er ég að rugla? Er ég að slá saman það? Já. Já, kannilega. Elkins er ekki í light heavyweight. Nei. Það er the damage Elkins, ekki? Jú, það er svo langt síðan, sko, bara upp á spartaði minni í sögunni, sko, ég bara man ekki. Nei, á Bektic.
Já. Sko, já, ok, að tapmóti sko Ankalaev, Jiri Prochazka og Jan Blachowicz. Það er engin skömm í þessu. Það er engin skömm í þessu. Þannig að ef þú þarf að snúa þessu við, þá er þetta alveg mómentið. Og Musakanov, hann er svona 5-0, hann er 15-0 í MMA, 5-0 í UFC. Það er svona, hann ætti svona að fara að tapa. En á sama tíma, þú veist, þetta er Abu Dhabi card, þetta er Rússi. Þeir eru svolítið að para saman, skilur, þeir vita alveg hvað þeir að gera. Þeir eru svolítið að para saman þannig að heimamöndinni vinni, sko. Þú veist, ég er alltaf á því. Þú veist, eins og þessu Kanda-karti, saman með frakkakvörtunum og svona. Maður þarf alveg að vera nett viss í sinni sög, sko, ef maður ætlar að fara að tippa gegn heimamöndinni. Af því að, þú veist, matsmeykarnir eru alveg, þú veist, vita alveg hvað þeir að gera. Þannig ég segi Musakanov við þessu. Þó ég er mjög erfitt með að ímynda mér Rakic tapa 4 En það er bara að fá ógeðslega mikið af erfiðum börnum. Já, jú, veist, ég ætla að vera sammála, ég segi Musakanov. Ég væri líka mögulega bara til að skella þessu á parlay, sko. Þetta er Musakanov á parlay? Já, í 50 lóti parlay. Já, ég til í það. Hvað segir Kúlbett? 2 og 1,8. Já. 1,8 Musakanov, það er alveg 1,85 þessu. 1,85 Musakanov, pörðin saman við Thomas Mlal. Þá erum við 2 eitthvað, þá erum við nálgast 3. Já, 2,3. Við erum með 1 legg í viðbót. Ég trú á Ludvig Klein á móti Rebeski. Sjaldan að meita, eða þú varst náttúrulega ósammála því. Já, Nathaniel Wood er líka á þessu karti. Hann er big underdog, sko. Ég þekki ekki alveg Jose Delgado nógu vel til þess að geta einhvern veginn. Ég myndi að skoða það akkurat núna, sko. Einmitt. Nasrat Haqparast það líka. Það er eitt og annað, sko. En svo líka, þú veist, það er 1 frýr vinn, held ég, í hvað heitir hún, sem að opna kvöldið. Jacqueline Amorim á móti Mizuki Inoue. Já, ég er þetta mjög sammála því, sko. Þú veist, það er alveg frítt, sko. Já. Við finnum síðasta legginn aðeins einna. Já. Skoða þetta á flugvöllunum. Sönni Keflavíkurflugvöllur. Þetta er alveg svona langur þáttur hjá okkur, eða ekki? Já, jú. Ef að fara að slúta þér? Drull okkur heim. Já, drull heim. Klukkan 10 og svona. Hundar að koma. Kolla býð eftir þér. Jú, hann er örgulega bara, ég er örgulega með skilabóð svona, hvað ertu? Ég er ekki svona að tala við allan. Já, hann heyrði í mér í morgun. Já, gamla þessu. Já, þú veit gott að vera komin í stúdíu á þetta maður. Já, þú setur mig aldrei aftur í svona 2 vegna banna aftur. Já, þú er bara að passa að ég kom ekki heim með einhverja veggjarlús, sko. Já, veggjarlús og flatlús og fútlús og allt saman. Ertu tilbúin í þessar 2880 kaloríur sem þú ert að fara að gúffa í þig á Vesturlandsbrautinni? Ert þú tilbúin í það? Ég er einhvern veginn búinn að afskrifa það sem möguleika. Sko, ég held að bara að ég var fría pulsur, sko. Það var sko. Hot diggity dog! Já, ég er alveg til að taka þessu þó ég vinni málið. Já. Ok. Ég held það. Já, geggjað. Ég var engar stund að þessum. Mér langar til að klippa saman vídeóið. Það er svona þú bara það er ekki aðeins. Herri, það UFC byrjar bara, tjekka maður á tímanum. Þetta er bara 10 Eastern. Já. 10 AM Eastern to my time. Já. Það er 14. Já, þetta er bara klukkan 2 dag. Já. Já. Þannig að það er bara, menn mæta bara á menn mæta bara á Reykjavík Open og svo beint. Já. Ég er í loka á brásunum mínu. Því það að við erum góða málum. Já, þannig að ok. Svo er meingarði það að byrja kl. 6. Já, ok, ég hélt það við, sko. Það var meðan svona klukkan 2 svona. Já, það er bílins, sko. Já, ok. Geggjað. Bílinsprinsinn verður mættur á sínum stað. Já, ertu ekki bara á vaktinni? Það verður kongamótunni. Já. Kongadrottningamótunni. Já. Það verður geggjað. Við UFC klukkan 2 og 6. Klukkan 2 og 6. Við sjáumst alltaf bara eftir viku liðni og já, takk fyrir að hlusta.